Virðist truth is stranger than fiction. Já, góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV í djúpköfun Íslands, dýpstu köfun veraldarsögunar. Hér mættur bróðir Guðjón Reimberg. Já, sköllóttur eins og mustrisritari og Axel lítur út eins og Jesú. Já, ekki? Jesú hvítakristur. Þannig að annar okkar hlýtur að vera meiklari á heim Jesú í dag. Já, eða bara tveir kjánar. Komin tími til að dýpa. Það er alltaf verið utan. Já, við erum að dýpanga sjálf okkur í kvöld. Já, við erum bara að leita í ruslatununum, sko. Já, vel stila það. Það er svona túnfiskur. Já, nú er ekki bara kavíar og kampaðinn alltaf. Jó, það fyrir eftir í hvaða hverfum að leita. Hvað segir þau? Fyrir eftir í hvaða hverfi þú ferði, er tengingin léleg? Já, nei. Slekk á Dropboxinu. Nettengingin mín svona drasl, sko. Já. Þarftu ekki bara að fá framlingasnúru eitthvað? Jó, ég var að spáði hvort ég þeir ekki bara að fá Wi-Fi net, sko, eins og sem að stofnanir með svoleiðis. Já, einmitt. Og alvöru kvikmyndagræju og fara að skrifta allt sem ég segi fyrirfram og fara að fá mig jakka út og bindi. Og fara í framboð. Já, og gera svo David Icke, sko, hann bara með 7 mínútna webcast og svo þarf þetta að kaupa áskrift til að fá alvöru webcast, sko. Já, einmitt. Ja, þeim tekst þetta. David Icke og Red Eyes eru með fullt áskrifandum. Þetta eru líka gauðir með frímúrar á bakvið sig. Já, það reyndar. 80% staður sem Sansaríka liði með eitthvað á bakvið sig. Sumir með rússa, sumir með frímúrar, sumir með eitthvað annað. Sumir nú svo ósvífnir að þeir voru að spura mig á hérna hvernig með Red Eyes Radio og hvernig getur maður að vera áskrifandi þar? Voru byggðið maður leiðbeiningar, sko, en aldrei sendt pening á Frelsi TV, sko. Já, ég meina, þú veist, ég vil ekki eins og vita hvernig þú svaraði henni, sko. Ég var bara kurt eins og Nei. Á donate síðuna eða hann áskrifta síðuna. Já, farið öll til uppvakningana. Ég get erindi hér. Ég er svo mikið mannvera. Og þú sagðir í vídeónu þín í dag, en ef þú skilur þetta ekki, farðu þá bara. Já. Við erum að komast að bylgjum. Já. Sástu Rúmenan sem ég fann í gær? Já, ég hef búin að horfa á hann. Hann er góður, sko. Ég sendi honum fyrst komment og bölva honum í sand og osku fyrir að hann væri vitlýsingur og svo þegar ég var komin langt inn í vídeó þá setti ég annað komment, leiðrétting, ég helviti ánægði með þig. Já. Maður á mínu skapi, sko. Já, einmitt. En Rúmenar eru snillingar, sko. Já. En hvernig fannst þér þessar nýju pælingar hjá mér eins og með problem, confusion, solution pælið? Hvað varst það að það væri komið frá Tsarja? Nei, ég var að tala sko að það eru framleitt vandamál eða blásin upp í fjölmiðlum til þess að fá Já, þetta er ekki nýtt. Þetta er problem. Það var nýtt þegar ég var að hlusta á Michael þarna vinn okkar. Tsarja? Hann var að tala um þetta, já, hann var að tala um sko confusion, problem, confusion solution. Já, problem reaction, já, það er alveg rétt hjá honum, en fólk nærði ekki. Nei, ég reyndar held að bæði sko problem, reaction, solution, problem, reaction, confusion state, sko. Já. Og svo tilbúin laust sem var löngu búið að ákveða áratugum áður, sko. Tsarjón er að sömu leyti miklu betri dýbankari heldur en David Icke. Sömu leyti. Já. Þeir eru að fókusa á ólíka hluti. En David Icke er alveg greinilegur agent, sko. Maður sér það alveg mile away, sko. Mér finnst Tsarjón algjör snillingur, sko. Ég hef ekki lært þetta á honum, nema þetta með Female Illuminati. Já, en það er komið alveg fullt af, ég er náttúrulega
hort á hann áður sko, en það komið alveg seríur af löngum vídeó með hann sem algjör snill sko. Já, varstu eitthvað að kíkja á tarotspila dæmið hans? Nei, ég var ekki búin að sjá það. Ég var aðalega í þessu mind control og því sko. Já, ég hef ekkert verið að horfa á hann í 2 ár sko. Já, Ég horfi, já. Hvað sér þau? Ég horfi ekki mikið á Tjarion því hann svo mikið að horfa á hluti sem ég sjálfur að horfa á. Og ég vil ekki, sko, það eru hlutir sem hann að gera sem að ég ekkert byrjaður að skoða, þú veist. Já. Ég sko, sumarið 2013, þegar ég samdi orðatal, þá vissi ég ekki að hann til. Já, einmitt. Og svo var, þegar ég var búin að setja hann á netið, þá voru einhverja hugmyndir í bókinni sem að ég ákvað að googla hvort einhver hefði komið fram með og þá sá ég að hann var búin að fara þá leið, sko. Það var eitthvað smáatriði, ég man ekki hvað það var. Og svo sagði ein þjóðveldiskona við mig sem að hefur fylgst með skrifunum mínum. Hún spurði, hefur eitthvað grúskað í Tjarion? Nei, segi ég. Já, það er sumt sem þú ert að fjallum sem er svipað í honum, sko. Svo ég gaf hann smá tíma í svona hálft ár, svo horfði hann okkur í vídeó og þá fór ég að sjá, hann er komin svolítið, hann er nokkur ár á undan mér. Best að láta hann í friði. Ég ætla ekki að fara inn á þau svið sem hann er að grúska fyrir ég er farin að fara inn á það sjálfur. Ég vil helst ekki vera undir áhrifum frá öðrum þegar ég er að grúska. Hann er náttúrulega, hann vinnur við að kenna sögu held ég, hann er einhver kennari, segir hann. Já, ég veit ekkert það. Og þetta er sko... Ég var ekkert spáð í hann, ég held að hann var að vinna við að selja DVD-diskana sína. Ég held að hann lifði á því. Hann talaði nemendur mínar allavega, ég veit ekki hvernig það er og svo sem. Já, það getur verið eitthvað annað, sko. Ég hef oft verið að velta fyrir mig hvort hann sé jesúiti, sko. Já. Það eru ákveðin teiknum, hann gæti alveg verið það, sko. Ég veit ekki hvort hann er meitlar en ég hef skrifað á honum og hann svarar ekki. Og þá var ég bara að stinga hann með það hvort hann er spáð í hver er Global Grandmaster. Það er mínu, fyrir mig, sko, þó ég minnist ennþá á meitlarana, þeir eru closed case fyrir mér. Ég er búinn að segja þá allt sem skiptir máli þó ég minnist á það ennþá. En ég er alveg fascinated að, tekst mér að finna út hver er Global Grandmaster. Þá finn ég út hver er valdamesta til sauðurinn í fyrirbæri. Það veit allir hver hann er. Hann er hidden in plain sight. Já, við vitum það. Það er Páinn, sko. No, too easy. Plain sight, hidden in plain sight er too easy. Too easy. Nei, ég er ekki að segja að það er rátt fyrir þér, sko. Ég er bara að segja að það döða mér ekki. Ég vil fara dýpra á það. Ég er alveg búin að finna ákveðna kandidata, sko, en ég vil bara ekki segja ópersonlega hverju þau vilja. Nei, ég reyndar, sko, eins og þegar ég var að hlusta á Michael, sko, að það er eiginlega, sko, maður er búin að heyra svona af flestu, sko. Og þetta er eiginlega bara, það er ágætt að hlusta, ég naut þess að hlusta á hann, sko, því að hann setur þetta upp með ákveðnum hætti, sko. Já, hann er snillingur, sko, og hann líka kemst á ákveðnum niðurstöðum varðandi sjálfi og sálina og tengjast til sjálfan sig og svona dót sem ég er ánægður með, sko, sem er ekki dósvipa mörgu síðan, og hann sýnir, já. Þannig að maður er farin að leita svolítið að bara, því maður þarf náttúrulega að rifja þetta upp reglulega, sko, því maður nú ekki allt alveg upp á 10, sko. Og mér varst mjög þægilegt að hlusta á hann, sko, því hann setur þetta upp mjög skipulega og mikið að myndum og... Já, hann vinnur heimavinnuna sína mjög vel. Og hann er á öllum þeim sem er að debunka, þá er hann einna bestur í því fyrir utan Corbett. Að vinna góða heimavinnu og rekja svo heimavinnuna. Já, einmitt. Ég nenni því ekkert, sko. Corbett er ekki að gera mikið núna, hann er meira svona... Hann er náttúrulega eins og þú, hann er nýbúin að eignast barn. Já. Hann eignast barn til vor, númer 2 held ég. Já, einmitt. Hann var aldrei verið með mynd af konu sig, mér langar þess að mynd af konu hans. Já, hann á japanska konu, ekki? Mjög líklega, sko. Ég held að hljóta vera hún sem að sko lesa upp kynninguna. Welcome to this is the Corbett report. Það er svo falleg rödd. Mér langar að sjá, þetta sé falleg stelpa, þetta getur verið bólugræfin lítil feit butta, en þú veist það, hún getur samt verið sæt, sko, en... Já, það veit ekki, sko.
En það náttúrulega henni til verðar að vera ekkert að auglýsa hver hún sko, hann náttúrulega á svo stóran, hvað með 300-400.000 áskrifendur. Já, einmitt. Hann er snjall kallinn, sko. En ég ekki að vinna svona heimavinnu vegna þess að mér finnst það óþarfi, sko, maður að tala hluti sem að maður er búin að komast ákveðna niðurstöðum ákveðna hluti, af því maður er búin að grúska ákveðna hlutum, en maður ekki að gera þetta efni sér til að reyna að samfæra neitt. Maður að segja, ég kemst að þessari niðurstöðu við að skoða þetta hana. Ef þér finnst eitthvað áhugavert að pæla í svoleiðis hlutum, farð þú þá að rannsaka það. Já. Þú veist, en svo svona gaurar eins og David Icke, eins og Corbett, eins og Charion, eins og Jordan Maxwell, þeir að leiða mann í gegnum, sjáðu þarna punktur og þannig punktur og þannig punktur. Og þeir búin að sannfæra mann sjáðu hvað ég búin að fletta ofan miklum blekkingum og sjáðu, hérna niðurstaðan og ef þú ert ekki varkár, þá lætur þið dáleiða þig inn í niðurstöðu. Þetta það sem ég var að tala nýlega með The Angel og Mysticism. Og þetta bara dáleiðslutækni, það vont að þeir gera þetta. Ég meina, það allir trúboðar gera þetta, alveg burtséð frá því hvaða trú þeir boða, þeir gera þetta í stjórnmálunum. Þeir leiða þig áfram í gegnum, þú veist, sjáðu þarna, sjálfstæðismenn sögðu þetta og Bjarni Bene tengdur þessu og þessari klík og sjáðu niðurstöðuna, sko, það verður að rifja þeim frá núna í október. Já, og velja Pírata, sko. Já, sjálfsögðu. Ef að Jóli kom og sagði það þarf að uppræta spillinguna á Íslandi. Já, það var að rifja. Ég að tala við fólk núna, ég er búin að upplifa heldur 3 svar á einni viku og fólk að segja við mig, við verðum að kjósa réttu núna í þessum kosningum til að koma frá þessum spillingaröfnum. Og ég bara, hvað ert þú búin að vera? Hvaðan ert þú að koma? Þú veist. Halló, maður að byrja, hvar á ég að byrja á að taka því í grunnskóla? En svo, nei, við bara kjósa rétt. Eða bara, þetta ekki til að fara heim og sækja heilan, þú veist, til að glemt honum í morgun. Líka bara á kottan. Where did you donate your brain? Já, einmitt. Hvar á ég að byrja? Hvar á ég að byrja út að svara þér, sko? Farðu bara að kjósa rétt. Já, einmitt, það málið, sko. Þú veist, bara, maður komin á þann stað í dag að fólk sem að byrja kannski að tala hana kannski búið að fylgjast þess með og svo það komið með fullt af spurningum sem maður kannski búin að svara einhvers staðar og eða það að varpa fram einni setningu með spurningu sem maður veit að tekur hálftíma að svara sko augliti til auglitis, þú veist bara, farðu aftur í stafrófið, byrjaðu að lesa gagn og gaman, stautaðu þig í gegnum það, komdu svo aftur og ég skal vísa þér á næstu bók þangað til þú ert rækilega sömu bókafrættir inn í rebelismann. Já, hérna var einhver að deila mjög skemmtilegri mynd svo. Það hérna bingo í gangi með að verum að tala saman svo. Nei, veitu hvað Hvaða djúka þetta? Þú exar yfir, sko, ef við tölum nú erum búin að tala múrara. Þetta alveg húmor. Já. Það er húmor í musterinu. En svo líka eitt, sko, ég var að spjalla við þjóðveldismann í gærkvöldi. Já. Við vorum eiginlega komnir niður á þá skoðun að það væri komið tími til þess að við stofnum leynifélag. Merkilega nokkur þetta, ég var að hugsa í dag að gera víkingalotsið, sko. Að stofna víkingaleynifélag, sko. Já, en þú ert ennþá að daðra við hópismenn, þið langar svo mikið að fá hópistafólk. Þú ert svona hóp. Það mikill misskilningur hjá þér.
framboð og fá fylgjendur og vera í fyrsta sæti og svona, þú veist, koma sér á framfæri fjölmiðlum og eitthvað svona. Ég náttúrulega maður þarf alltaf á athygli að halda í þessum bransa, sko. En hins vegar sko, mér skilst á þeim sem eru með mér á lista, þeir ætla að kynna auðlindabréfin í næstu viku. Ok. Þannig að það nú alltaf árangur að koma allavega einni pælingu í gegn. Já, hugmyndin áhugaverð, en hún var reynd í Rússlandi og með auðlindabréfin, nei, það sem ég að leggja til að sniðganga kerfið, sko. Já, ég veit það. Og þannig að ég bara, þú veist, ég hef ekki trú á þessari hugmyndin, ég meina að, þú veist, allar hugmyndir eiga rétt á sér, sko, allar hugmyndir þarf að kynna og það bara cool ef að fleiri taka þátt í að kynna hugmyndir, sko. Þú veist, ég er ekki að gera lítið úr hugmyndinni þannig, sko. Nei, en sko En það er ekki nóg að vera með góðar hugmyndir. Við þurfum að hugsa strategist með þær. Ja, það heldur betur strategía í þessari hugsun, alltaf að því að það eru allir að segja, við erum svona hlynnt í beinu lýðræði og þetta gengur náttúrulega miklu lengra, þetta er bara beinar auðlindir, sko. Auðlindir ganga og bara beint til þeirra sem eiga þær. Nei, það eru margar hugvillur í þessari pælingu. Eins og? Hvað er auðlind? Já, það er til dæmis fiskveiði auðlindin. Ok, hver bjó til hugtakið auðlind? Já, það er náttúrulega... Það er einfalt svarið, ekki? Það er fiskurinn í sjónum, væntanlega. Nei, það er... Hver bjó til hugtakið auðlind? Já, ok, við getum haft það... Já, ok. Já, ég meina, hver bjó til hugtakið auðlind? Var það alþjóðan eða elitan? Ég þekki það ekki. Ég held að elitan hafi búið til þetta hugtak. Af hverju? Hvað græðir elitan á því að fá okkur til að velta fyrir okkur auðlindum? Já, ok, ég veit það ekki. Okay. Þetta er þín kenning, ekki mín. Nei, ég veit það. Ég er ekki að gera lítið, ég er ekki að gera lítið úr hugmyndinni. Hugmyndin er ágætt. Já. Þú veist, þú er oft talað þessa hugmynd áður, alveg bara frá því þú byrjaði með frelsistíði. Já, absolutt. Og ég er ekkert að fara að dýbeta, sko, hvort að, þú veist, nei, ekkert að gera svona. Ég nenni ekki að fara út í svona umskiptinga, þú veist, setningakast. En sko, það eru veitt úr sjónum 1,5 milljón tonn á ári pluss mínus. Já, það er baunatalning. Það er baunatalning á setningum. Ok, hvað er Magna Carta? Magna Carta er hinn óskráða stjórnarskrá Bretaveldis. Þú veist, Magna Carta var fyrsta stjórnarskrá í Bretaveldi og í kringum milli 1100 og 1200, eða milli 1000 og 1200. Ég man ekki ártalið, hvort það var 1066 eða 1166, það var eitthvað svona fáránlegt ártal. Og það er alltaf, þegar menn að tala stjórnarskrármál, nema á Íslandi, að því á Íslandi tala menn ekki stjórnarskrár, þeir nota bara orðið stjórnarskrá þegar þeir eru að pruppa með kjaftinum þau. Og þú veist, af því að það er svo stór gulrót í godninu, þannig að þeir geta ekki lengur pruppað eðlilega. Sorry, ég er ágjör svona dónilegur. En allir sem tala stjórnarskrámál í heiminum tala Magna Carta. Fyrsta stjórnarskráin sem að skilgreindi réttindi. Fyrsta stjórnarskráin sem að setti konungsvaldinu skorður. Segja menn, sko. Þetta er það kjaftaði, en það er bara það sem er talað um. En það var gerð önnur stjórnarskrá á nákvæmlega sama tíma. Það voru gerðar 2. Ég man ekki nafnið á henni. Ég gleymi alltaf nafnið á henni. Það er að segja latneska heitið. Latneska heitið á húmanísku stjórnarskráni var Magna Carta. En stjórnarskráin sem skilgreindi the right of forest. Ég man ekki hvað hún heitir á Magna eitthvað, þú veist,
Ég man ekki latneska nafnið henni. Það aldrei talað hana. Hún alltaf þöguð í hel. Ég kom staði fyrir, held ykkur 6 mánuðum á hana til. Bara út af því ég var að eyða nokkrum kvöldum ég hlusta á Noam Chomsky. Þú veist, ofurhúmanistinn sjálfur, þú veist, einn stærsta áróðursrópari síðanista heimsveldisins. Myndist á þetta ég bara í svona framhjáhlaupi í einni ræðinu sinni. Og ég fór strax og fletti sög. The Right of Forest. Hefurðu nokkuð tíma neitt talað um þetta? Nei. The Right of Forest og skilgreining á því að fólk hefði aðgang að því sem í dag heitir natural resources. Að fólk ætti að hafa óheftan aðgang að hlutum úr náttúruauðlindum til þess til dæmis að geta veitt sér til matar, til að geta hoggið sér eldi við, til þess að geta, eða var á þvælingi í skógum til dæmis og sá fram á að þyrfti að hafa vetrarsetu á einhverjum landsvæðum, að það gæti þá reist sér lítinn kofa og þú veist, lifa þar í friði á almenningslandi. Og þá var skilgreint sko hvaða land elitunar líka almenningsland. Þetta var svolítið djúp pæling fyrir meir en 1000 árum. Einhver að tala um þetta í dag? Nei. Öll umræða, leið mér að reyna að hjúpa þetta mjög einfalt. Þjóðarauðlind, þjóðareign. Hvaða þjóðar? Já, en sko, hérna til dæmis í Svíþjóð, þá hafa allir rétt á því að fara í skóginn og sækja sér lífsviðurværi og meira segja í business, það geta allir farið og tínt bláber, sama hvort það er á þínu landið ekki. En hins vegar sko, hérna, í raun þessi hugmynd mín sneiðir líka frá þessu hugar skýrgreininga fyrirbærum af því að þetta eina sem að þarf að nota þessa hugmynd mína er deilingamerkið, sko. Já, ég er ekkert að dýpa þetta hvort hugmyndin sé góð eða ekki. Ég er að reyna... Þú ert að reyna, sko, þú þarft allavega að tala um saman hlutin, sko, því að ég er ekki að tala um þetta stjórnarskrá einu sinni, sko. Nei, þú veist, við erum að passa okkur einna. Við verðum að búta rúllupylsuna niður í sneiðar. Sko, fyrir mér, þá er þetta bara, að sjálfsögðu er eflaust hægt að flækja þessa hugmynd alveg í vitleysu eins og allar aðrar hugmyndir. Nei, hún er ekkert flókin. Leðu mig bara... En fyrir mér er þetta svona einfalt. Það er 1,5 milljón tonna veitt á ári. Já, þetta er bara Excel. Hentu þessu bara upp í Excel. Þetta er ekkert flókin. Það eru cirka 5 tonn á hvern einasta mann. Já, þú margbúin útskýra þetta. Ég er að vísveira á þeirri skoðun að þetta virki ekki. Og rússneska dæmið frá 92, 3, 4, 5 er mjög gott dæmið, en þú veist, mér finnst það ekki skipta öllu máli. Vegna þess að mér er alveg sama hvort að kvótanum er útdeilt í hlutabréfum á þjóðina eða hvort að 20 kvótakóngar fá hana ekki. Kvótin er alveg jafn mikil della. Veist. Ég er bara að horfa skoðun. Það er skoðun, sko. Já, mín skoðun, já. Ég treysti mér alveg til þess að búa til vídeo um það á morgun, sko. En það er náttúrulega, ég er ekki að tala um sko til eilíðar, ég er að tala um sko hámarki 1 ár síðan eftir það ár er úthlutað á ný, sko. Já, whatever, þú veist, I don't care, þú veist. En hérna, leið mér að útskýra aðeins þetta með hugtaki þjóðareign. Þannig að ég lenti með þessum samræðum í vikunni með eina góða konu sem var að ræða, sem hefur áhuga í stjórnmálum lýðveldisins. Hún hefur einmitt áhuga þessu sama auðlindir í þjóðareigu í stjórnarskránni frá 2012. Og ég sagði hana, hvað þýðir það að þjóðarauðlind sé skilgreind og sett í stjórnarskrá? Hvaða merkingu hefur það? Við þurfum að byrja þarna. Burtséð frá því hvernig við útdeilum því. Hugmyndin þín til að útdeila því er miklu betri heldur en kvótakerfið. Ég er alveg sammála því. Ég er ekki að tala um það stjórnarskrá. Ég er eitthvað að tala að þurfi ekki að vera í stjórnarskrá. Já, það er, þú veist, það er... Ok, byrjum þar. Já, við getum alveg byrjað þar. Byrjum þar.
Bretar hafa enga stjórnarskrá. Já. En þeir tala Magna Carta og síðan byggja á hefð. Bandaríki Norður-Ameríku þykjast hafa stjórnarskrá sem bara goð í glerkassa í National Library of the National Library and Library of Congress eða eitthvað. Stjórnarskrár eru blekkingar, sko. Já, þú veist, íslenska lýðveldið Lífveldið. þykist hafa stjórnarskrá. Já. Það alveg ljóst að þeir hafa það ekki. Við veitum að stjórnarskrá formsatriði eins og hún notuð. Merkingafræðilega þá stjórnarskrá samningur félag. Og það alveg hárrétt sem þú segir, ég var einmitt að hugsa þetta í dag, eða gær, ég var að hugsa þetta í gær, að ég var svona ég var úti með hundana, ég var svona svolítið að gera grína bæði mér og þér í huganum, sko. Þessu í eilífa debate, hver sagði eitthvað fyrstur, þú veist, ég sagði á það þú veist, eitt sem að þú sagðir, byrjar að segja fljótlega eftir að opna þér FLX-TV, að lýðveldið skipulögð glæpasamtök. Já. Og þú oft komið inn á þetta. Já. Og þú oft útskýrt þetta og rökstutt þetta og þú búin að búa til í íslensku dialógi, íslenskri menningu, hugtakið að valdstjórninni skipulögð glæpasamtök. Þannig að ég var að hugsa þetta, sko, það er gaman að einu með mig og þig, en að við erum aldrei sammála neitt, en erum mjög oft samstíga ákveðna hluti. En það svolítið partur af því sem ég vil vera búa til. Já. Að fólk getur verið samstíga eitthvað þó að sé ósammála einhverjar baunatalningar, sko. Já, ég veit. Þú veist, ég vil kalla Sameinuðu þjóðirnar United Demons. Þú vilt kalla á Sameinuðu þjóðirnar. Ég meina, við erum að tala sama ógeðið. Þú veist, ég fór að kalla þessi skipulögðu glæpasamtökum. Hvað segirðu? Slitna þess? Halló. Halló, meidi. Halló. Halló, meidi. Halló. Já, alltaf fram. Já, ég var að reyna að rifja upp hvenær fór ég að tala lífveldi, vegna þess að þarna svolítið gott dæmi hvernig við báðir erum að nálgast sama ógeðið frá ólíku sjónarhornum með ólíkum orðum, en komst samt að sömu niðurstöðu. Þú átt lífveldið, það þín hugmynd. En ég var að hugsa, af hverju fór ég að kalla það lífveldi? Og ég sagði, ég var búin að vera að vinna svolítið með hugtakið lýðræði sem lýðræði og ég var búin að leika mig svolítið með það að breyta democracy í deceptocracy. Þaðan kom ég með þetta. Þannig byrjaði það upp, sko. Snillt. Og ég stundum kalla democracy demonic crazy, en ég reyna að nota þetta orð ekki of oft, þannig að ég er búin að taka eftir því, alveg sem orðið stjórnarskrá. Eins og ég var að grínast hérna áðan með að fólk var að prumpa orðinu stjórnarskrá. Að þessi orð hafa enga merkingu fyrir fólki. Þetta eru bara áróðursorð sem eru notuð í fjölmiðlum. Fólk hugsar ekkert merkingu þessara orða ofan í rótina. Þannig sé þeir í alveg saman stjórnarskrá sem bara eitthvað goð í boxi merkingarlaus. Það skiptir engu máli hvort þú ert að tilbiðja stjórnarskrána sem birt á alþingisvefnum eða eitthvað líkneski af Jesú og krossinum eða kyrja eitthvað búddasöngva. Þetta bara merkingarlaust þvaður sem notað til að halda þér að horfa á altarið. Já. Þú ert ekki að horfa á söfnið. Þannig að þú veist hvort við erum með þjóðarauðlindirnar í stjórnarskránni eða ekki kannski ekki endilega aðalatriði. Spurningin hvernig við ætlum að nota hugtækin. Það er það sem ég á. Ég get alveg haldið áfram og bent á stjórnarskrá þjóðveldis lifandi afl. Ég nenni ekki að fara út í það, sko. Það sem ég langar að horfa á hér skálkaskjól. Hvað skálkaskjól? Þú veist, um leið og valdstjórnin, elitan, var búin að semja einhliða samning sem hún kallar stjórnarskrá og búin að búa til platkostningar til þess að fá fólk til þess að samþykkja þessu stjórnarskrá, bara eins og sturlaðir sauðir. Þá var elitan komin með skálkaskjól. Það skálkaskjólið sem hún býr til
allar stofnanirnar, löggjafarþingið, allt draslið. Og ef við horfum á hvernig elitan hagar sér, og eins og við vitum báður, og við báður sammála, hún með ógilda stjórnarskrá, búin að vera með í 3,5 ár, eða rúm 3 ár, að það skiptir elituna engu máli hvort að hún með lög kvótan og lög rammagnið og lög vatnsréttindi eða hvort hún með klásúlu inn í stjórnarskrána. Það skiptir elituna engu máli. Elitan gerir það sem henni sýnist við auðlindirnar eftir sem áður. En af hverju þá elitunni svona umhugað það að fá skilgreiningu á þjóðarauðlindum og þjóðareign inn í stjórnarskrá? Þú veist, hvað græður hún á því? Það það sem ég að reyna að horfa á. Áður en við spáum í hvernig það er úthlutað. Þú veist, meikar þetta sens? Já, ég skil hvað þú meinar, sko. Já. Og við erum eins og sem alveg sammála þarna, sko. Ég náttúrulega, sko, maður náttúrulega í ákveðinni baráttu, sko, þannig að það, þú veist, það var náttúrulega best að ég væri bara einræðisherra, þá var ekki vandamál, sko. Þyrfti ég þá hvernig ætti ég að aktivistast við þá valdstjórn, sko? Ja, það allir bara settir í fangelsi, sko. Nei, fengi ég kannski stöðu? Fengi ég embætti? Já, þú fengir örugglega eitthvað embætti, sko. Nei, ég myndi, eins og ég sagði, ég hef sagt það og lýst því yfir og ég stend við að mín stefna í stjórnmálum að leggja þessa glæpastarfsemi niður. Og það þarf til þess að standa í alls konar vesenni, sko. Nei. Já, ég náttúrulega líka stofnaði náttúrulega líka félag íslenskra letingi, þannig getur líka vel að ég bara í nennis ekki, sko. Já, þetta allt saman svona hópurstaðferðir. En sko, maður þarf einhvern tímann að mæta á vígvöllin og nöldra og gera eitthvað og vesenast eitthvað, sko. Nei, það er misskilningur. Það held ég. Það alltaf misskilningur. Meðan enginn trúir á elituna, þá hefur hún engan til þess að stjórna. Það er mjög einfalt. Já, en hún heldur áfram með glæpastarfsemina, sko. Þú verður að einhvern veginn að ná að stöðva hana. Bíddu. Hvað er elitun stór? Hún er nokkuð stór. Hún er 30.000 manns. Það er þjóðin. Það er þjóðin. 10% íslenskara kennitalna eru valdstjórnir. Já. En sko málið er það, ég er líka reyndar sko... Bara ein spurning, áður og heldur áfram. Já. Ef að þú keyrir númerslaus á morgun og lögreglan stoppar þig, þá gerir hún eitthvað. Já, hún sektar mig. Ok, á Íslandi eru 200.000 skráðir bílar. Hvað 100.000 að keyra á morgun númerslausir? Hvað gerir lögreglan þá? Þá sektar 100.000 bíla. Og ef enginn borgar, hvað gerir það? Þá hyrða þeir alltaf þeim. Ætla að borga, þú veist, hvernig ætla að ná höndum yfir það þegar öll þjóðin er hægt að hlýða? Ja, þeir hringja bara í Sameinuðu þjóðirnar sem hjálpa sér ef þess þarf. Og hvað þessi þjóð er langt komin með að fá fólk út í heimi út allt til þess að gera nákvæmlega það saman? Breytir einhverju. Þú þarft ekki að gera okkupæð, þú þarft ekki að gera mótmæli, þú þarft ekki að gera aðgerðir. Þú ert bara hægt að hlýða og þú ert að tala það. Það er ekkert flóknara en það. Þetta er bara sama spurningin og eins og ef það er mafía sem er að handrukka vendartolla á Laugaveginum og Bankastrætinu og svo hætti bara helmingurinn að búðaeigendunum að borga. Nei, þá fer mafían og rekrútar sig, sko. Og finnur það meiri afla eða fyrir að kaupa meira bensín eða dínamit eða eitthvað. Það er alveg. Það er alveg málið, þetta lið, það hættir aldrei. Ég áttum alveg. Og þessna er taktikinn hjá mér með því að fara þarna í þetta frambúð og reyna eitthvað að vesenast þar sem reyndar, já, að reyna að koma smá drullukögglum í steypuna, sko. Þannig að hún verði allavega eins léleg og hægt er. Ég hef nú sagt þér svolítið oft, sko, þú sérð ekki ljósið. Það er alveg möguleiki, sko.
það búið að prófa allar þessar aðferðir. Það búið að prófa allar þessar aðferðir, það hafa aldrei virkað. Já, hefur einhver komið fram með það í stjórnmálum á Íslandi að innheimta skatta með valdi sé glæpur? Já, ég var búin að gera það áður en þú gerði það. Bara með öðru orðalegi. Já, ok. Já. Ég gerði það strax í endurreisn þjóðveldi þegar ég talaði það veturinn 12-13 að þjóðin ætti sjálf að kjósa fjárlög. Og þegar ég stillti upp stjórnarskrá þjóðveldis, hún hefur verið samþykkt af borgurum þjóðveldis, að það mætti ekki setja neina refsiálögur á þá sem ekki borgi skatta. Nei, nema útskoða þeim í eitt þing. Taka þeim eitt atkvæði, ekki útskoða þeim. Nei, þeim ekki bannað að koma á þingið. Þeim bannað að greiða atkvæði á einu þingin. Það skýrt ekki fram að einu þingi í hámarki. Hvers konar refsing það? Ef þú borgar ekki félagsgjöldin, þá áttu ekki atkvæði sett í félaginu. Það ekkert flókið. Það enginn að beita þér einu valdi með því. Það verður að taka þér forréttindi. Þannig ertu komin í þessu. Nei, alls ekki. Nú, hvaða valdbeitingar það neita þér að greiða atkvæði? Það er hvaða valdbeiting það hjá eiginkonuna vilja aldrei sofa hjá eiginmanninum? Þú veist, það bara meikar ekki sens. Ef að þjóðveldið, leið mér útskýra þetta. Ef ég má. Já, ég að bíða. Ok, segjum að þjóðveldið sé ekki til, við erum bara í lýðveldinu. Og þú borgar ekki skatta í lýðveldinu. Hvað gert við þig? Hvað gert við þig? Allt hirt að þér. Já, það bannað í þjóðveldi. Sorry. Já, ég alveg sammálaður með það. Það miklu minna ofbeldi í gangi. Það ekkert ofbeldi. Nei, þú veist, þú átt val í þjóðveldi hvort þú tekur þátt í því eða ekki. Þú átt val það hvort þú borgar til samfélagsins eða ekki. Þú átt val með þess að hér þjóðveldi segja val það hvort þú tilheyrir þjóðveldinu ekki. Það algjörlega, þjóðveldi stjórnarskráin skýrt tekur fram að þjóðveldið hefur ekki valdi yfir borgarann. Borgarinn hefur valdi yfir þjóðveldinu. En þú ert svo upptekinn af því að leið og þessi komið stjórnarskrá, leið og þessi komið lög, leið og þessi komið einhver stofnun, þá sé valdbeiting í gangi. Þú veist, það náttúrulega ekki rörsýn vegna þess að ég vil ekki særa þig, Já, en þú áttað á því að meðan að þjóðveldi var á sínum tíma, allar svona hópisma hreyfingar byrja á tiltölulega lágum sköttum eða svona einhverjum prósentum eða bara borga ekki dögun hópismi? Ég ekki dögun, Ok. Þeir hafa, ég meina, það ekki þannig að sjálfsveldisflokkurinn tók yfir dögun. Það ekki líka hópismi? Það bara þannig að mér var boðið sætið þarna og það ef ég hefði ekki tekið þetta sæti, þá væri engin möguleiki að kjósa mig til þess að gera eitthvað vesen á þingi. Núna sá tæknilegu möguleiki til staðar. Já. En that's about it, Veist, ég meina, ég verið að leggja hann inn einhverja tillögur og eitthvað og það er þetta gaman að sjá umræðina, hvernig svona þetta starf virkar ekki. Ég ekkert að gagnrýna þig, þú mátt ekki taka það persónulega. Ég mjög ánægður með það að þú skilur ekki þjóðveldið. Vegna þess að meðan að mér tekst ekki að útskýra þetta með skiljanlegum hætti fyrir Axel Pétri, þá mun mér ekki takast að útskýra það fyrir neinum. Það allt í lagi. Mér finnst það bara jákvætt að fá þá hreint hvar mörkin liggja. Ef það einhver Íslendingur sem fær að skilja hvað að tala þá ert það þú. En þú veist, mér finnst það bara ágætt að... Ég skil það alveg, ég bara ekki sammála, Já, ég hefði gaman að sjá dagbókina yfir það hvernig þú varst sammála einhverjum, Já, sú dagbók mjög þunn. Það var alveg bara ósýnileg. Já, ég gafst upp og yfir mörgum árum að færa í mína, En það náttúrulega bara eðli svona dúdda eins og okkur eða góðra eins og okkur að
við erum að reyna að brjóta ísa í hugmyndum og það bara okkar eðli að já, nei, sko, þó þú sé sammála mér, þá hefur þú rangt fyrir þér. Já, en ég menna, það alveg rétt, sko, að í sjálfum sér eru hlutir ekkert alltaf að ganga eins og ég hefði óskað mér, sko. Það ekkert óska staða, ég þurfa að setjast á einhvern lígveldislista sem með einhverjum kvöðum og kjaftaði allan daginn, sko. Og svo nú ef maður kosin á þing, þá get ég náttúrulega ekki kosið við stjórnarskrá sem ekki gild. Já. Þú svaraðir þessu mjög fínt í útvarpi sögu í vikunni. Þar sem þú sagðir, ég kannski á svo lista því vinir mínir báðum það, en það ekki sénsinn að ég kjósi í lífveldinu. Nei. Það bara case closed, það var bara fín yfirlýsing. Já. Og svo bættir þú líka við að þú sagðir að eina marktaka stjórnarskráin á landinu í dag væri stjórnarskrá þjóðveldis. Og þú veist eina gilda stjórnarskrá. Já, þannig séð, þú veist, já. Hún full gild, sko, hún löggildur samningur. Já, hún það. Og alveg börsið frá því hvort við erum sammála eðlilega en ekki, þá, þú veist að því ég hugsaði bara, þessi yfirlýsing í útvarpsþætti, hún svo áhrifamikil. Það fullt af fólki sem heyrir þessi orð og hvort sem það verður sammála þessu eða fyrir að skoða þjóðveldi ekki, það skiptir mig engu máli. Þú veist, þetta bara lagalega rétt. Þetta raunveruleikinn, sko. Ég bara að segja raunveruleikann. Þetta steinn og þetta fjall og þannig tré. Já, ég veit að þú ert ekki að segja þetta til að blíðka mig neitt. Þetta bara... Nei, ég er að segja það, að ég ekki, þegar þú gefur þessa yfirlýsingu í útvarpi, að ég bara segja, sko, að mér alveg sama þú hefur alveg eins geta sagt eitthvað annað, sko. Ég var ánægður með yfirlýsinguna, sko, út frá hópismannum, að þetta var svo flott yfirlýsing fyrir fólk að heyra. Já. En málið það, sko, að þessi stjórnarskrá og þetta lígveldi sem í gangi núna, þeir hafa ekki stoppskjalið sitt, sko, og stoppskjalið þeirra glæpsamlegt athæfi. Slíkt getur aldrei verið marktækt, sko. Og það reyndar, sko, það ákveðin hlutir og það ákveðin hópur hinum megin í dögun sem að heyri hvað ég að segja og ég í ákveðnum samræðum við það fólk og þetta svona, fyrir mér þetta líka ákveðin boðleið, sko, brú til þess að koma ákveðnum hlutum á framfæri, sko. Já. Og ég sé þá, ég alveg hrifinn af því, sko. Ég ætla ekki að fara að leggja þér neina línur hvernig þú átt að gera hlutina, en ég má alveg stríða þér. Já. En eins og þetta upplifun. Ég bara stríða þér með mínum yfirlýsingum með þetta. Já. Ég sagði, já. En það sko, þú sagði nú líka eitthvað við mig að mín stjórnarskrá yrði uppgötvuð eftir 1000 ár. Já, það alveg rétt. Sko, ég átta mig á því að skilningsskóp, hvernig þýðir ég skóp? Skóp, já. Skóp, við veitum hvað það tölunarfræði. Já, svona svæði. Já, skilningsgeta fólks. Þegar ég var að byrja með þjóðveldi haustið 2012, þá hélt ég að þetta yrði bara efreka fyrir fullt af fólki að heyra á sem hluti sagði. Já. Vegna þess að ég var ekki að finna upp neitt nýtt, ég var bara að tengja nokkra punkta og mér fannst, við erum búin að lesa nokkra bækur á íslensku, þekkja íslenska menningu, já, þetta hlýtur að vera augljóst í augum fólks. Nei, já. Og ég ekki að biðja fólk að vera sammála með, mér drullu saman það. Já. En hvernig fannst þér dæmissaga húsið og flugfélag Íslands? Hún var mjög fín. Þetta var styttri, þetta nú ekki oft sem að ég vaknaði nótt og var að hugsa viðtal, sko. Það var eitthvað sem að ég þurfti reynilega að koma á framfæri. Já, þetta var mjög fínt og Markus tók mjög vel á þessu. Vegna þess að með þú varst að útskýra þessa hluti og ég sagði djöfullir, sko, ég sagði já, ég þurfti að fókusa algjörlega að maður varst að útskýra það. Algjörlega, sko. Algjörlega fókusa til að ná að fylgja þér eftir. Og ég kalla nú ekki alltaf ömmu mína í þeim efnum. Svo ég sagði bara, vá, ef ég þurfti að fókusa á svona abstrakt hugmynd og ég þekki þessa hugmynd,
bæði að því að tala svipaða hluti og að því við höfum talað svo mikið saman. Ég sagði bara, wow, hvað þetta hlýtur vera erfitt fyrir marga að fylgja honum eftir núna. Og svo með þess að Markús alveg þurrkaði svitan af enninu í útsendingu, sko. Já. og svo komið þið báðum með svona brandari sem að ég sagði, bara ég hafi hlegið það. Fyrir annar ykkar eða báðir sögðu, sko, þetta bara eins og að hlusta á Guðjón. Það? En ég svona flottur. Bara átt. Slapp. En ég var með, sko, flóknari útgáfu af þessari sögu, sko, að það var, sko, að af þessum 10 íbúðum þá voru bara 60 sem vildu stofna húsfélagi. Nei, 6 sem vildu stofna húsfélagi, 4 vildu ekki stofna húsfélagi, sko. Já. Og svo, svo var það ekki húsvörður, sko, ég bætti honum við í einfaldu útgáfuna, sko, en síðan var einn íbúinn í húsinu sem að sá stofnunna, var einn af þessum 6 sem að stofna þetta, að hann svona hálfpartinn, já, hann sem sagt, og þá stóð húsfélagi bara þannig, þá var bara 6 sem vildi vera með en 4 sem voru ekki með, en allir voru rukkaðir, sko, húsgjöldin. Já. Og svo var þessi eini sem var að plotta þetta allt saman, sko. Hann hann sem sagt menn voru komnir á þá skoðun að þeir getu flogið, sko. Þessi 6, sko. Og menn trúðu því, sko, að þeir getu flogið. Ekki gleyma lyfjunum, sko. Já, þarf þau reyndar ekki alveg núna í þessa sögu, sko. Þessi ennþá dýpri, sko, að sko, síðan bara garden party upp á þaki, þú veist, allir koma svona í garden party, sko. Svo einhvers staðar í miðjupartíinu þá, og alveg alkohol, þú veist, það engin sérstök vímuefni í gangi eins og leiðis, þá segja allir, já, heyrðu, nú ætlum við að dansa konga, röðum okkur hérna upp og þá passa þeir að einhverjir, það sem 4 sé á milli, skilur þannig að þeir geta haldið í hendina og síðan hrópa þeir fljúum og fara með þessa 4 með sér, sko. Og það náttúrulega alránt, sko. Og svo kemur einhver að þessu og bara segir, heyrðu, hérna bara 10 manns drepi sig. En það ekki satt, sko. Og þá kemur himnakonseptið inn. Og þar kemur þessi pæling mínum að trúar á líf fyrir dauðan, sko. Allt sem við gerum núna til eilíðar, sko. Og og þess vegna í þessu tilfelli þá eru himnarnir eða dómur Guðs það sem að rétt að það voru þannig 6 morðingjar og 4 fórnarlömb, sko. Já. Og og það þannig byrjaði þessi bók í Gullnahlíðinu eða allar þær pælingar, sko. Hvað rétt og hvað ránt fram yfir líf og dauða, sko. Já. Var þetta ekki þokkalega einfalt? Jú, ég bara, þú veist, þetta mér finnst það einfalt, sko, en ég hafði bara svona gaman að því að hlusta á að því þú varst svona að gera svolítið, að því þú ert vanur að fókus á samsæriskenningar hvað eru, þú veist, hitt og þetta, þú veist, klór í vatninu og flúor. Já, þú veist, klór, flúor. Svo sama eitrið. Svo kvikasilfur í bóluefninum og þú veist alls konar og það og ofta koma með svona stungur á fréttaskýringar líðandi stundar en þarna komstu með heimspeki og ég var ógeðslega ánægður vegna þess að þú varst að tala um hluti sem að ég líka hef verið að tala um og þú veist það sagði mér ok, við erum að hóla steinin. Það var það sem ég hugsaði þegar ég var að hlusta á það. Að þú varst að, sko, við erum búin að vera að slípa svolítið saman ákveðna hluti
og við erum að leita að því sem Terence McKenna talaði ef sannleikurinn sagður þannig að hann sé skilinn, þá verður hann að trúa. Við erum að leita að því. En við búum í frumskógi í setninga og það tekur tíma að finna út orðin sem virka. Við sjáum að bara síðast í morgun sá ég eitthvað sem ég veit ekkert hver nota orðið lífveldi. Þetta orð sem komið að stað. Sameinuðu þjóðirnir komið að stað. Fjölmennirnir komið að stað. Það alls konar hlutir sem byrjaðir. Alveg svo, þú veist, ég að þráast við að nota umskiptingar. Það allir farnir að segja gólem í kringum okkur. Já, gólem betra, sko. Já, það neglir. Já, ok. Bara... En já. En pældi því, sko, fyrir árið síðan, þá hefði ég ekki náð svona viðtal eins og var þarna á sögu, sko. Já, þetta var mjög fínt, sko. Og gaman að heyra í strákurinn, sko. Þegar Markus sagði lokin, sko, ég þarf að hlusta á þetta aftur til að ná þessu til fulls. Það var mjög gott atvik, því að með því var hann líka að segja hlustundum að gera. Já, algjör snill, sko. Og þá sagði hann, sko, að við hlustuðum aftur á djúpkafinu til þess að skilja okkur sjálfa, sko. Já. Nei, það náttúrulega bara frábært, sko. En þetta líka að gerast að vissu marki út allan heim, sko. Það náttúrulega það miklu meira infoliði á ensku tungumáli, sko. Já, en samt maður að sjá hluti, svo þess vegna var svo ánægður að finna Rúmena. Veist, af því hann var að byrja á að tæta dúkinn í sundur og ég hrifinn af dúkinn og ég sagði, býta, hvaða djöfis vitleysir í honum? Þetta eitthvað kommunisti? Og svo sá ég þarna, þú veist, Freedom Alternative. Ég sagði þetta, hann örugglega eitthvað svona extreme sósíalisti. Og stimplaði í hann. Svo sá ég gaurinn, hann búin að gera kynningu, svo settist hann í sófan og kveikt á sígarettu og ég sagði, hey, I like you. Þetta eitthvað reykingabandalag hjá okkur? Svo ég fór að hlusta og þá kom í ljós fljótlega, hann miklu meiri en okkar línu, sko. Og svo ég fór í að bátlutan þar sem hann sagði bara, ég að segja mína skoðanir og mér skítsama hvað öðrum finnst. Og svo sá ég að það var vídeó þar sem hann hakkaði feministina í sig og hann kom með eitt ráð sem þú hefur kannski gaman að. Nema þú sér búin að hlusta á þetta hjá hann. Það sagði, sko, feministar þeir kvarta við því að þeir gerir 5 sinnum meiri vinnu á heimilinu. En byrju, það lifa 5-6 árum lengur en við. Þeir geta verið í frí þegar við erum dauðir. Það var sagt, sko, að þeir vinna 4 árum lengur en kallmenn. Ok. Hann sagði að það lifa náttúrulega 5-6 árum lengur, þannig að það bara sanngjarnt. Þetta bara, hann fór strax í subscription-listan. En ég líka að þá hugsa, sko, hvað sko, við sjáum að það alltaf að fjölga röndurum. Já. Og þetta örugglega bylgja sem á eftir að verða miklu stærri, sko, og sem sko, Sturla náttúrulega byrjaði á þessu í voru að randa. Og hann náttúrulega ennþá í hópismannum, sko, þú veist, að reyna að veiða fylgjendur, en hann samt að berjast fyrir ákveðnum hlutum og, þú veist, þú veist, eins og hann gerði líka, og sátt ennþá að gera hann kvótakaurinn, hvað heitir hann Óli Ufsi. Já, einmitt. Þú veist, hann gerði mjög fín vídeó. Þannig að þetta gaman, sko, ég meina, bara eins og, ég hafði rosalega gaman að tíma hás og fikk ég nóg á hann, nefndi ekki að hlusta með hann. En það enginn á þessu svæði sem við tveir höfum verið á, sko. Það bara við og enginn annar, sko. Hvað það svæði? Hvað það? Það þessi hrærigrautur af heimspeki, trúspeki og á guðfræði og já, aðalega þessi 2 hlutir, sko, og svo samsæris rannsóknir, sko. Já, það náttúrulega eitt. Tengja punta, sko. Við náttúrulega líka eru lausir það að búa til einhvern isma, sko. Já. Þú veist, eins og ég var að gagnrýna þessa gaura eins og þannig ég gerði vídeói þú veist, Parameters og Freedom sem eiginlega uppáhaldsvídeói sem ég hef gert. Þetta svona langt síðan ég hlusta á vídeó eftir sjálfan með 2 sinni hlut. Því ég var bara svo ánægður með hlutina og þetta var svona skýrt og skilgreint að það sem ég fattaði allt í einu að þeir eru allir að
beita ákveðni háróðurs aðferð til þess að fá fólk inn í ákveðin inn í ákveðna mystikism. Já, ég var núna að keyra út í UFO, sko, núna væntanlega jafnvel farið að sviðsetja geimveru heimsóknir og eitthvað, sko. Já. Þetta líður náttúrulega alveg bara hefur gleymt heilanum í sturtu, eitthvað, sko. Ljúsa var eitthvað sem við erum að við ég allavega, ég veit ekki eins og hvort ég trúi sjálfum mér, sko. Þú veist, já. Þú veist, að debunka sjálfan sig það besta sem það gerir, sko. Já, það náttúrulega, það kemst enginn frá sjálfum sér af því að þá orðin einhver annar væntanlega. Já, þá ertu, þú veist, að debunka aðra, þú verður að vera færum að debunka þín eigin skynvillu, sko. Já, en sko, maður náttúrulega... Annars ertu bara í einhverjum áróðri, ég meina. En þess vegna það líka svolítið mikilvægt þessu auðmýkt að segja, sko, veist, ég alveg opinn fyrir ég vona ég hafi rangt fyrir mig með allt, það séu henni ekki samsara allir séu góðir, sko. Já, það er sami hluturinn, sko, í mínum augum. Og eða eins og þú ert mjög duglegur að benda á, baráttan við hugmyndakerfin en ekki fólkið sem trúar þeim. Já, já. Þú veist, og það það sama hjá mér, þú veist, ég mér sagði einhverju vídeó nýlega, ég veit alveg að ég trúi monotheisma, en því miður ég bara losna ekki frá þeim isma. En ég losna frá eiginlega flestum öðrum ismum. Veist. En ég bætti við að það sé bara ein setning sem skilgreinir hann, en hann er samt skilgreindur. Og maður kemst ekki, maður getur flysja laukinn alveg niður í, sko, það er eitt flus eftir, hvað ég gerði það? Shit. Og það finnst mér skemmtilegt. Já, já. Mér finnst gaman að því að maður það þetta með að vakna 21 sinni, sko. Mér finnst það ekki vera málið hvort ég varpi fram hugmynd og eitthvað fólk smelli á like, heldur náði ég að snúa á sjálfan mig. Náði ég... Mayday. Halló. Já, Halló. Já. Nei, bara svona, þú veist, já, ég sé þetta, það eru, þú veist. Já, nei, það en það alveg rétt hjá þér, sko, það shift, sko, það fleiri og fleiri farnir að fatta hvað maður að segja. Já. Fleiri og fleiri farnir að, ef ég fæ svona geðvottorð online, þá kemur bara hópur og ver mig, sko. Þannig ég þarf eiginlega ekkert að gera mikið með það lengur, sko, og já, eins og ég var að segja náttúrulega þessu auðmýkt að segja, ég meina, ég vona ég hafi rangt fyrir mig með allt, það bara frá bestu fréttir í heimi. Já. Og líka þegar mér hefur verið sýnt fram á það með rökum að ég hafi hreinlega rangt fyrir mér, þá hef ég beðist afsökunarráði í næsta vídeó, það bara vinnurregla. Já. Já, ég meina, ég var með fullyrðingu nýlega í vídeói þar sem að ég fekk komment bara hálftíma seinna með leiðréttingu og ég gerði vídeó strax heldur þá kvöldið með leiðréttingunni og svo setti ég fullt af kommentum inn í vídeóið. Þarna var ég með að ég rangt fyrir mig. Og svo var eitthvað annað, en hvort það var ekki bara sami gaur. Ég svaraði honum og ég þakkaði honum fyrir, hann sagði, já, ég veit að þú vilt ekki fara rangt með staðnettir. Hann sagði þetta. Ég þekkti ekki einu svona gaur. Ég veit að þú vilt fara rétt með, þannig ég var bara að benda þér á. Já. Og ég upplýði þarna bara eitthvað sem greinilega hlust á fullt af vídeóm sem var að hjálpa mér. Ég segi bara, þú veist, wow, þetta einstakt. Við erum að líka taka svo rosalega breytt efni, sko. Við erum sjálfur alveg bara að stretsa hérna, veist, og réttna að klóra með nöglunum, sko. Þannig að ef við ætlum að fara, og við erum með ákveðu hugarflæði, sko. Já. Sem byggir á svona ákveðnum myndum og svona hlutum sem eru á leiðinni, skilurðu, og þetta gerist allt líka svo rosalega hratt, þú hlýtur að finna hraðan líka. Þú veist, einn daginn að tala hérna, já, Hólakostið var þetta bara fake, maður, og svo bara næsta dag eru komin eitthvað, og það er svo ekki, það er svo stór, það er ekkert smá að bara, já, heyrðu, Hólakostið var bara hók, sko, og lígi, skilurðu.
Það er bara eitt pakki, sko, sem dugar flestum í 10 ára að rannsaka, sko. Nei, svo bara komur í næsta, sko. Já. Og það bara ekki hægt að ætlast gera þá kröfu á okkur að við séum bara með alla dítela onni í kjölina, því það er ekki okkar verksvið. Svo lendir maður í eins og ég lendi í einhverju samræðum fyrir ekkert löngu seinna, það var einhver sem ennþá trúir Holocaustinu og ég satt bara, ég var að borða þegar ég var út í bæ, sko, og það var einhver sem kannast bara við mig og sagði, heyrðu, má ekki tilla mér hjá þér og maður spjalla aðeins og einhver sem þekkti fullt af þessum hlutum sem við erum að tala og einhver maður trúði Holocaustinu og ég fraus. Trúir Holocaustinu? Það er svo ólíkt. Hefur þú ekkert verið að horfa hérna á YouTube-inu? Þú veist, í hvaða afkjálka býrðu þið? Já, ég er að verða að játa það líka. Það dettur að mér andliti, sko, þegar fólk tjáði sig svona, sko. Eins og það trúi á Holocausti, sko. Já, með fullir virðingu, þetta var ekki meint, það bara ég brá svo mikið. Ég var, fuck. Þú veist, hvað maður eiginlega búin að þú veist, það er gegnum marga ringi í launum, sko. Já, ég var að hlusta á Harmageddon, sko, þá saði Frosti þetta bara í beinni og svo náttúrulega dóu 6 milljón gyðingar þarna í Þýskalandi og ég fekk einmitt þessi sömu viðbrögð bara, dude, come on. Ég meina, helförin gerðist að því hún gerðist. Það er sönnum. Og svo ákjæraður Ernst Söndel fyrir að trúa ekki helförinni og skipa honum lögfræðing, sko, það er ekki eins og þau þekktust áður, skipuð honum Silvíu Stoltz og hún fer að verja hann og segja, þið eru semst, ég skil, þið eru hérna ákjæra hann fyrir að trúa ekki helförinni. Já, bara í fangilsi með mannin. Já, en byrju, eru þið með eitthvað sannanir fyrir helförinni? Hörðu, bara í fangilsi með þig, góða mín, sko. Í 3,5 ár. Og þetta er orðrétt. Þetta er nánast orðrétt, sko. Já. Þetta er bara svona, og bara, what? Og ræðan sem hún hélt á því miður á þýsku, ég vilja hafa hann á ensku, en hún er textuð. Já. Mjög vel textuð, þannig að ræðan sem hún snildar að þetta er bara, þú veist, maður bara, þetta var bara. Og þetta er góð manneska, þú sér bara í gegn eftir allt þetta. Ennþá skín í blíðuna í henni, sko. Já. Engin biturleiki eða neitt, skilur. Þannig að þetta er stórmanneska, sko. Og svo líka er mannvera, þetta er mannvera, sko. Já, og hún er það, sko. Og hérna, svo er líka til ræða með henni sem hún hélt gerði 10 mínúna kynningamyndbund með Dín Urtberg á gamla stadiuminu. Það er mjög fínt líka, en þú veist, manneskjan er dásamleg, sko. En gaurinn sem hélt þetta var hann í Austurríki sem þetta var haldið, sko. Já. Honum var hótað málsókn. Ég held að það hefði verið í Sviss. Já, eða Sviss, getur verið. Honum var hótað málsókn fyrir að leyfa henni að tala þarna, sko. Það var ótrúlegt. Ótrúlegt. Þannig að það var bara hjólað eftir honum líka, sko. Já. En þetta var eitt af fyrstu fangilsunum, ég man ekki nafnið á honum, þetta var náungi sem var formaður, sko, þýsks þjóðnissinnaflokks sem stóð fyrir málþingi með David Irving í kringum 80 eitthvað, að hann fór í 5 ára fangilsi, hann fór fyrst í 3,5 ár og svo í annaði aftur í 3,5 ár og satt inn í 5 bara fyrir það að vera fundarstjóri. Það var sagt við réttarhöldin, en þú varst fundarstjóri þar sem ræðumaður hefði getað sagt þetta. Það var nóg til að dæma. Það var nóg. David Irving hefur marg talað um þetta. En það eru hins vegar óbúslega stórar fréttir að, sko, það var þingmaður í Evrópu, kona, ég er ekki viss hver það var, hún kom fram og sagði okkur Evrópubúum stendur miklu meira hætta af Ameríku heldur en Rússum, sko. Já, þetta var bara nýlega. Ég sá þetta líka heldur. Já, og þetta var ekki svona ruglsæt, sko, þetta var svona, virtist vera rétt, og ég hef heyrt þetta áður líka, sko, þessa pælingu, sko. Já. Og þetta staðfesti náttúrulega kenningarnar að Brexitið hafi verið hernaðarlega ástæðum, sko. Já. Það er einmitt til að ræða þig. Það er, sko, þarna 9/11. Þú sér að það er að snúast fljóti með 9/11,
Og það næstu orðið þannig í dag, einhver segir, já, ég held að það veri flugvélar sem flugu þarna 911, þá var hlegið af fólki, sko. Já, þetta að snúast, sko. Þetta byrjaði í Bandaríkjunum og það nú... Já, það meiri hluti Bandaríkjumanna sem trúir ekki lygasögunni, sko. Já, margur búið að kanna það. Það komið svo langt, já. Já, og málið það, sko, að þetta miklu stærra mál heldur en held ég meira þess að samsæringar átt að sig á. Að sko... Jú, ég áttum á því, en ok, alltaf. Það að því að sko, þetta í fyrsta skipti sem að, og hann Nielsen alltaf búin að sanna það vísindarlega, þarna voru notaði thermites. Það bara vísindarlega sanna, það tvær skýrslur per preview, þannig að háskólasamfélagi getur ekki nættið af einsinni, sko. Ok. Að það eru sannanir fyrir því að Amerikanar púlluðu 5. greinina á fölskum fána, sko. Já. Og það ekkert smá mál, sko. Já, það stórt mál, já. Og það þess vegna sem að þessi spilaborg öll sem að hrynja. Og það þess vegna sem svona mikil panik í Bandaríkjunum, sko. Og Bretlandi, og öllu þeim löndum, og þess vegna Ísland til dæmis alveg först á þessu dauðaskipi, af því að við tókum þátt í þessu líka, sko. Já. Við erum alveg jafn sek. Við erum alveg jafn sek íslenska ríkið, íslenska lýðveldið, alveg jafn sekt. Ég held reyndar að þegar Íslendingar átt að sjá því hvað var að gerast þarna, að þeir munu opna drekkingaheil aftur, sko, tímabundið. Já, þú ert búin að byrja að vara svolítið við þessu og það við náttúrulega, og ég sammálaður, ég hef engan áhuga, það því miður margir meðal Íslendingar sem vilja refsa elitunni, ég hef engan áhuga á því. Ég alveg, þá kemur svipur að því, skilgreindur refsingu. Já, sko... Ég hef ekki áhuga á reiði og ofbeldi, og svona dóti, og byltingu og eitthvað svona kjaftaði. Nei, byltingabull, sko, en það náttúrulega að, sko, eignir sem myndast við skipulaða starfsemi þarf að koma til réttmætra eiganda, sko. Þjóðveldið besta leiðin til að gera það. Nei, hún það, þetta ekki út af, þetta ekki, fólk segist þjóðveldið að Guðjóns, ég þoli ekki að heyra þá setningu. Spurðu hvaða mann sem í þjóðveldinu, að ég ekki gerandi. Ég steikti hliðar í fyrravor og sagði, nú takið þið við. Ég þáttakandi, ég ekki gerandi. Þetta ekki minnilegt. Ég bara veit það og skil það. Þú settir saman pakkan og síðan hann bara farin á flot. Já, ég ennþá virkur þáttakandi. Ég að taka þátt í því að við erum að gera þarna breytingu núna væntanlega á stjórnarskráni bráðum og samþykkja 3 lög og það bara tillögur frá mér. Ég meina það getur hver sem sem gert tillögur. Ég sé vefinn nýttland.is og svo grúpp en ég ekki sprautan lengur, sko. En það náttúrulega sama sem ég sé með sjálfsveldisflokkin, sko. Ég reyndar eftir kosningar mun ég sennilega setjast aftur þar við og setja upp það módel, sko. Gera stefnuskrána, setja allt saman upp. Síðan hef ég ekkert frekar áhuga að vera með, skilur. Það bara svona, maður íta pakka úr vör, sko. Já. Og það líka svo mikilvægt að þegar allt hreinur, sko, þegar þeir púla næst problem, reaction, confusion, solution aðgerð, sko. Þá svo mikilvægt að vera tilbúin með alls konar svona pakka sem eru á floti, sko. Já. Því að þá eru allavega fleiri en ein solution, sko. Því núna alltaf lausnin bara meiri skatta og meira ógeð og meira vald og meira ofbeldi. Þannig ef að ég hugsa sjálfsveldisflokkin að þá getur við valið eitthvað öllum hinnum 730 flokkunum eða sjálfsveldisflokkin sem segir bara, við tökum bara allt til okkar aftur og í minni vasa og það fer ekki það nema mér sýnist svo. Já, ég skil þetta og ég finnst þetta bara jákvætt, sko. Og ég líka teka eftir einu að síðan við skilgreindum skjalavaldið að síðan, núna Document Authority algjörlega skilgreind og ég og þú erum að nota það í dag. En ég heyri að, eins og Þórdís, hún minnist ofta á þetta, hún sagði ég ennþá að vinna úr, en þetta ennþá bara, hún sagði þetta var sjokk fyrir mig þegar ég fattaði skilgreininguna og ég segi bara eins og það var líka sjokk fyrir mig. Einn daginn var þetta bara, ég sá hugtakið
Og á þeim tíma fór ég að fatta eitt sem ég minnist stundum á. Hugtak skilgreining eða lýsing á hugmynd óháð nafninu á hugtakinu. Absolutely. Þetta þú for the record, þetta Guðjón Reyberg sem á þetta. Ok, en það var líka vopnið fyrir mig, hugtakið skilgreint, ég veit hver hugmyndin ég með átt að bara nafna á það. Já. Og þetta skilgreint, við erum allavega lágmark 3 sem erum svona að koma út úr hérna sjokkinu með þetta. Já. En ég var reynda búin að sjá sko svipaða mynd með prumpun í skókassanum sko. Já, þess að segja við skilgröndum þetta vegna þess að, þú veist, hver munurinn á því að við erum að tala saman, þú ert að gera vídeó, ég að gera vídeó, við höfum samskipti við fólk, ég náttúrulega í virkum samskipti við þjóðveldisfólk, þannig að maður fær feedback og þannig að hvar fæddist hugmyndin, hvar var hún skilgreind, hver að telja, þú veist. Við erum hérna... Ég að telja, ég kom með prumpi í skókassum og þú komst með þessa snildar skýrgreiningu á skjalavaldinu. Já, en ég var ekki að búa þetta skýrgreindir það. Já, þú átt það. Já, ok. Copyright. Já, það er copyright á því. Ég trú ekki á copyright, þú veist það. Copyright er mjög, copy, eign. Já, ok, ég meina, þú veist, já, það sem að, þú veist, við erum að koma með alveg skýrt hugtak. Já. Við erum allavega 3 farin að nota það. Það eru fleiri að heyra þetta. Þetta bara tímaspursmál að fleiri fara að nota þetta. Þú veist, það eru til nokkrar svona steinvölur sem hafa verið settar undir dýnuhrúuna hjá prinsessunni. Þannig að hún fer að vakna öll í margnetu. Og það gaman að sjá, Og það eins og þú ert að tala þetta með 911, fólk, þú veist, það búið að vera að hóla þennan stein lengi, sko. Já, þú sér það ef það kemur eitthvað frétt 911, ég næði ekki að vera sá fyrsti sem að hlægir, sko. Það bara komið 10 á undan og ég bara, já, ok, case closed, sko, ég þarf ekki að skipta mér af þessu, sko. Og það með svo mörg mál svona, það bara komnir... Það er bara komið sko. Það komið svona stríðsáróðsfréttir frá NATO og þá bara nokkri sem eru bara búin að negla það sko. Já. Og það var nú á sama tíma sem að ég var ofta að segja Sionato og þú fórst að segja Snato og ég hættur að segja Sionato. Ég notaði ennþá í haugsnum á mér sko, en ég sagði hans NATO, en ég sé nefnilega fullt af fólki búin að alveg kyngja þessu sko. Seta NATO og það Þannig við sjáum hvern, þú varst að tala um á það, þú veist, það er sjálfsvæðisflokkurinn hérna í dögun og þetta og smátt kemur út úr stórumveðrinu, þú veist, þar sem fólk þarna sannleikur sem ég get skilið. Þarna setning sem ég skil. Þetta finnst mér svo gaman við þig, það er svo fáir sem að hafa þennan karakter, sko, þú bakkar ekkert með Sionaton, sko, þú veist, það er bara... Og við erum báðir svona, ef við sitjum fram eitthvað, þá bökkum við ekkert með það, sko. Fyrir eftir ákveðin tíma, maður sér, ok, þetta er orðið, sko. Já, mér finnst það ekki til að vera aðalatriði, sko. Ég er gaman að þessari keppni, sko. Við komum báðir fram með orð, að það eru svo margir sem bara svona, eru copy-paste, sko, og við erum absolutt ekki copy-paste, sko. Nei, við erum það ekki. Ef annar okkar kemur með stert orð, þá þarf hinn einhver á nokkra vikur til þess að kyngja því, sko. Speak for yourself. Speak for yourself. Þú hefur nú kynkt aðeins svona einu aðeins heflast, sko. Ég er ekki keppni, ef þú heldur það, þá nei, ég er ekki keppni. En ég, þú veist, við erum báðir svona besserwisserar og við erum að vinna hugmyndavinnu og við erum skapandi og það er bara þannig, þegar þú skapar hugsun í orði, þá viltu nota hana og þegar þú sér síðan að annar er að vinna með sömu hugsun en annað orð. Ég get verið ósammála en samstíga, við erum að tala nákvæmlega sama hugtak. Við erum bara að gefa því sitthvort nafni. Og ég sé að fólk tengir við það fólk skilur hugtakið. Og það er það sem ég átti við. Ég er ánægður að sjá að fólk tengir við þitt nafn á því. Fólk er ekki að tengja við mitt nafn á því og mér er ekkert,
mér finnst það ekkert viðkvæmt. Nei, og mér ekki heldur, sko, en þetta Já. svolítið, við komum báðið fram, þetta eiginlega svona eins og A/B testing, sko, við komum báðið með sikkvort orðið í raun erum við bara að keyra A/B test, við komum með sikkvort orðið sama hugtakið, síðan sjá aðeins hvernig líðurinn tekur við þessu, eða liðið, eða fólkið, og svo sjáum við að annað grípur, sko, í tannhjólið og þá segja, ok, mín hugmynd var fjall á A/B testinu, förum með þessu orðið, sko. Já, ég tók eftir því í sumar til dæmis að það eru 2 stelpur sem eru í vinahóttum mínum sem eru Maóriðar. Og ein vinkona þeirra sem ég held að sést ekki Maóri, þau eru frá Nýja-Sjálandi. Og ég tók eftir að þær höfðu gaman af því af orðinu demonic crazy. Þeim fannst það ógeðslega cool orð, sko. Já. Ég tek eftir því líka, sko, sumir, af því að þetta er líka spurning sko, ég er að tala ákveðna hluti og ég er að nota ákveðna orð til að lýsa því sem ég sé, skilur áheyrandinn mig. Skilur hann hvað ég er að fara. Þess vegna nota ég til dæmis Sionado, vegna þess að mér finnst það þegar ég er að reyna að gera mig skiljanlegan, þá finnst mér það skila sig betur. En ég sá hins vegar, sko, þegar við vorum báðir að vinna með þetta í fyrra, þá sá ég fljótlega að fólk tengdi við Snato. Ég sá það bara og ég sá að fólk var ekki að tengja við Sionado, svo ég droppaði því bara. Ég sagði, heyrðu, ég ætla ekki hérna að fara að keppa í orðakeppni, en núna tala ég bara NATO. Það þarf ekki. Ég þarf ekki að tengja meira við það. En það var svo bónus með NATO að það er Soros, sko. Já, það er mjög gott, sko. Það er mjög gott. Og það er, mér finnst nefnilega, sko, það sem mér finnst svo skemmtilegt er köfunin sjálf. Í fyrra þá vorum við að vinna rosalega mikið með þetta að NATO er síónistastofnun og við skilgreindum þetta hugtak og við vorum frekar samstíga með það finnst mér og í dag er ég ekki, þetta er bara case closed, þetta var þá. Já, algjörlega. Ég er í það spá í þetta núna, nú er ég algjörlega að fókusa á það að NATO er stríðsglæpastofnun. Já. Og ekkert annað, þetta er genocidal maniac og allir sem styðja það eru genocidal maniacs. Absolutely. Þetta er það sem ég er að horfa rosalega mikið á núna. Ég reyna að koma að genocidal maniac hér og þar vegna þess að þetta er það sem Washington var alltaf að kalla Assad. Svo ég er það að nota þeirra eigin orð. Já, einmitt. Og ég er farin að nota þetta meira, reyna að nota, sko, ég er að horfa mikið á think-tankana, Washington think-tankana núna. Og ég er svona að graviterast meira í það átt, meira frá samsæringum sem er að dýbönga og meira yfir í lindirnar sem að þeir eru að dýbönga og fara bara í það sjálfur. Og hérna, þetta er gaman og hérna, margir think-tankarnir eru með alveg meiri hátt og flott efni. Ég glemdi mér bara heilan dag daginn, sko, í 2 fyrirlestrum, sko, annar þeirra var 2,5 tími, hinn var 1,5 tími, bara Kína. Það er nú frekar stutt, sko. Já, og þá bara sikkur think-tankinu, sko, svo var ég að stoppa mig af við 3. vídeó, ég sagði, hér fann að elda með kvöldmat og svo. Já. Já, hérna, það breytist óbúslega mikið sorsarnir sem maður notar. Já. Hérna, og ég reyndar, sko, ég er mjög heppinn með þessa vinnu, sko, þessa grunnvinnu sem ég er með. Já. Og þar get ég hlustað allan daginn á útvarp og vídeó og fleira slíkt, sko. Glæsilegt. Og hérna, þannig að það virkar mjög vel fyrir mig, sko. Og mér finnst ég meira farnir að nota eigin heila, sko. Já, ég kannski segja það sama. Já, áður fyrir var maður meira svona bara endurtaka, veist. Já. Mér finnst mér finnst ég vera og þá er ég bara að spá í hvað er að gerast í heilabúinu, sko, hvað maður að hugsa, sko, veist, áður fyrir var maður að hugsa, já, Alex var að segja þetta og já, hann var að segja þetta og þessi var að segja þetta, sko, og hérna, en núna er ég svolítið bara sjálfur
að búa til mína sín, sko. Og- Búa mitt. Og ég óbeint að segja það sama. Ég hættur að horfa á túlstendunar. Já. Ég nenni ekki að hlusta á Infowars, ég nenni ekki að hlusta á Young Turks. Ég reyndi að setja til subscribe á eina rás á honum, hann greinilega byrjaður með TYT interviews og ég hef alltaf gaman að viðtölum. Mér finnst viðtöl oft vera mjög skemmtilegt. Þá þorir enginn viðtal hérna á Frelsi TV, ég er nú búin að bjóða fullt af pólitíkusum og hérna aktivistum að koma í viðtal hérna, það þorir enginn í viðtali á Frelsi TV nema þú. Mikil synd, sko, mikil synd. Því viðtölu er skemmtileg. Ég held oft aftur á mér, það er fullt af aðilum, sko, það er alveg 10-15 nöfn af aðilum út í heimi sem ég langar að taka viðtölu, sko. En ég vil ekki, er að stoppa mig að gera. En svo held ég að, sko, þetta hérna eigi eftir að vekja meiri athygli, sko. Horfa að vídeóð þetta? Já, ég er mjög hrifinn af þessu, sko. Já. Mjög hrifinn af þessu. Það er, já, þetta er búin að vera skemmtileg vegferð og hún dýfkar, sko. Já. Ég bara síðustu 2 djúpkáðanir áður en og bara ég hugsaði í dag, já, djúpkáður í kvöld, já, þú veist, ég hef nú eiginlega ekkert neitt að tala, sko. Ég veit eiginlega ekkert hvað ég er búin að vera að grúska undanfarið. Mér finnst hausinn á mér alveg tómur. Já, mitt. Nei, það kemur alltaf eitthvað upp úr kýrhausnum, sko. Já, þannig að maður er svona að þróa sig, ég er að prófa eitthvað nýtt íslensku vídeói núna. Hægja á ensku vídeói núna. Já, einmitt. Það er spurning með, sko, heimsmálin, hvað, sko, nú það ljóst að þessi glæpir eru komnir upp og þetta veldi, New World Order eða hvað við viljum kalla þetta veldi, þetta stríðsglæpa veldi, hefur raun tvennt að velja, sko. Það er að sitja allt í bál og brandi eða að fara í snöruna, sko. Og þeir munu velja allt í bál og brand fram í rauðan dauðan, sko. Það er uppskrift sem þeim hefur gengið svo vel með þá uppskrift. Já, hingað til hefur þeim tekist það, en þeir, og sko aðtöða þessi fölsku fánar þeirra, þeir eru búin að vera með sko, ekkert smá marga, þeir eru bara virka ekki lengur. Hafa þeir verið með einhverja falska fánar síðan í vor? Nei. Síðan í Brussel? Þeir voru eiginlega í sumar, sko, þetta er svona sumarhátíð hryðjuverkamanna, sko. Já. Þess að þá er að tala NATO. Að þetta bara, veist, eina sem er að fá út úr þessu er að þeir eru að vekja meira og meira fólk í Evrópu, sko. Já. Og eru farnir að byggja hlaða sandveggi heima á sér og það er ástæðan fyrir að Brexit fór út, sko. En sko, ég er að velta fyrir mér, sko, þeir ná ekki að leggja einu svona Assad, sko. Nei. Og það sem er lykillinn á Assad er að þjóðin stendur sem einn maður, sko. Og þeir eru búin að skíttapa áróðurstríðina. Algjörlega, þeir eru ekki séð, það er bara, þeir eru bara með skottaða milli lappana þar, sko. Þegar maður sér einhvern á netunum verið að tala stríðsklæpi Sýrlandsstjórnar, þá bara nákvæmlega sem Hólakústi býtu, á hvaða plánet er þú? Hvað er þetta búin að vera, vinnur? Og svo er maður að sjá, sko, meginströmsfjölmiðlana, Vísi og MBL og svona verið að reyna að klóra í bakkann og halda ennþá fram þessum áróðri og maður les ekki eins og þessar fréttir, sko. Nei. Maður var kannski að lesa í gær á RT, þú veist, eitthvað miklu betra, sko. Já. En málið er það, sko, að það er eitt afl sem er ekki, sem er svolítið óþekkt stærð, sko, það er fyrirtækja herinn, sko. Já, sammála því. Eitt með þetta, kallar minn. Ég man ekki hvort ég gerði í vídeóum. Við vorum að tala um þetta, bara í einhverjum af, sko, því við erum búin að vera með djúpkáðanir núna í 2 ár. Cirka núna í október, eða desember, ég man ekki hvernig. Það var á einhverjum tímapunkti sem ég var mikið að pæla í þessu með málalega. Hversu mikið af fréttum af hernaði ekki síðustu 50 árin, heldur síðustu 200 árin, væru málaliðar. Hversu mikið af málaliðum sem við vitum ekkert sé í gangi. Ég man ekki hvort ég fjallaði um þetta, ég man að við töluðum um þetta og ég man að ég var að pæla í þessu.
og síðan náttúrulega búið að gera mikið af YouTube-vídeóum þarna, hvað heitir það, Blackwater og einhver annar svona enga fyrirtæki sem að gefa út hermenn. Það var gefið út að í Jemen væri til þess mikið af kólumbískum hermennum, til dæmis. Þar væri herdeild. Við vitum þarna þegar vorum við pælið daginn með Operation Mermaid Dawn og þú komst svo með það í Harmageddon, frekar að útvarpi sögu að með hittnafni þarna Operation, hvað var hittnafnið sem þið notuðu? Mermaid Dawn var árásin á Trípoli og svo var Operationið fyrir Líbíu sjálft, var annan á. Já, ég man það ekki. En þú ég var með það fyrir fram að mig, sko. Já, þú bentir á það nefnilega í viðtali, ég held á sögu. Já, nei, Harmageddon. Já, Harmageddon. Að Operation, eitthvað. Það var líka eitthvað svona hafið. Hvað hét hann aftur? Goðið það var Seifur, Hades og hvað hét goð hafsins í grísku? Já, ok, það skiptir ekki máli. Maður að horfa á, sko, þar var rosalega mikið á málulegum. Bæði frá NATO og líka frá Katar. Og maður að horfa á þetta með sko, ISIS og þetta dæmi, sko, þetta allt málalega rosalega mikið. Já. En við vorum mannst þetta vídeónu, þú varst svolítið hrifin af vídeó sem það sem ég fór í gegnum, þannig eitt vídeó sem ég gerði með þetta, þú ert líka búin að gera eitthvað vídeó með þetta sjálfur. Það sem ég fór í gegnum einhverja myndir fyrir svona kannski ári síðan rúmu. Það sem ég fór bara gegnum myndir af ISIS bara til að sína sjá það, þetta ekki það sem okkur sagt að þetta sé. Sko. Já, þú komst líka með frábæra vinkil þarna Kristallík, sko. Já, mér tókst ekki að selja hugmyndin, þannig ég eiginlega búin að droppa henni, sko. Þetta Kristallíkjön. Já, en það bara, það orð, sko, þetta raun, sko, þú reyndar recovaðir með þarna flota leyniþjónustunni, sko. Já. Þar náður aftur upp dampið, sko. Já. En málið það, sko, að það var einhver kona sem rannsakaði þennan hryðjuverka iðnað, sko. Og hún var að tala þetta væri í kringum 17 trilljón dollarar á ári, sko. Og væri vaxandi, sko, og það voru 3-4 ár síðan að hún gaf út þessar tölur, sko. Það var ekki Sibyl Edmunds sem ég gleyma alltaf. Nei, þetta var einhver önnur kelling sem að vinnur einhvers þar við svona rannsóknir, sko. Já. Þannig að við getum sagt að þetta séu 20 trilljón dollarar sem eru í enga, hún var að tala hryðjuverka starfseminni, en þá erum við að tala þessa enga heri, sko, enga corporate army, sko. Og Pentagon er alltaf búin að tína núna 6,5 trilljón dollarum, sko. Same shit, different day. Já, það voru 2,7 fyrir 9/11 og þá var bókaldið sett aftur á 0, sko, þeir sprengdu bókaldskrifstofuna. Og það var einhver svona bókaldskrifstofa þarna í sprengingunni í Utah. Já. Meðan hann stráka þarna Mark Way. Já, einmitt. Og í turni 7 voru öll rannsóknargögn úr WorldCom og Enron og það brann allt saman. Ég horfði á mjög gott. Ég held að gott að það var ekki Corbett Report. Ég hef aldrei pælt í þessum í Utah-sprenginguna, en ég held að Corbett Report hafi gert gott vídeóum og sem ég fór í gegnum daginn. Ég skrifa á hann. Og svo Veiko náttúrulega. Já, Veiko, ég ætlaði að vera að koma að því. Ég nefnilega skrifaði Corbett Report, bara til að ég veit hann les allt, en hann segir það ekki víst í svari. Ég kennst ekki verið að svara allir, en ég les allt, hann búin að lofa því. Og svo ég skrifa á hann bara til að það til eitthvað gott vídeó Veiko, því að ég veit að þetta fyllt af dokumentar sem Veiko, ég veit ekki neitt gott. Þess að Veiko alltaf að koma upp í hugan hann. Það búið að vera þannig í með svona 1,5 ár að ég hef ekkert rannsakað Veiko, ég ekkert að spá í það, en það alltaf að koma upp í hugan. Það lætur mig ekki friði, hvað var í gangi í Veiko? Ég ekki beðið að svara því, ég þarf að grúska í þessu sjálfur. En það var eitthvað í gangi í Veiko, en það er fullt af svona incidentum, en okkur Veiko lætur Þú veist, ég sé að margir að gera þetta á netinu. Það var eitthvað á Veiko sem lætur fólk ekki friði.
Já, það var náttúrulega, voru bara brend börn þarna lifandi, sko. Þannig að Já. þetta var holocaust. Þetta var stórt dæmi, sko. Og já, þetta er náttúrulega, sko, pólitískt er þetta eins og manstu rollurnar sem að voru orðnar villtar aftur út í einhverju eyju. Eitthvað smá? Nei, man ekki, ég get ekki sagt það. Það voru kindur hérna sem að... Ertu ekki að meina hrútana þarna á Patreksfirði? Þeir voru út í eyju, sko. Já, þá ertu að tala annað dæmi. Við höfum talað hrútana á Patreksfirði sem voru búin að vera villtir í 1 eða 2 ár í einhverjum fjalli, sko. Já, þeir voru... Þetta var reyndar, sko... Svo voru þeir skotnir þeim til verndar. Já, þetta var hann að fulla rollum hann í þessari eyju, sko, sem náðu að díla við náttúruna, sko. Og það varð að fara á bát og drepa þær allar, sko. Þú veist, Sævar var skotin hana til verndar, eða eins og eitt, sko, sem maður aldrei talaði í sátt í barnavaldanefnd, sko. Það er meira tróma að vera rifin út og fangi mömmu sinni, heldur en það fá að vera áfram með mömmu sinni. Þú veist, það tróma, þú veist, er hjúts. Það er aldrei talað um það. Það er rosalega stórt tróma. Það fer aldrei úr barnsálinni, aldrei. Nei, það er líka hluti, eins og ég útskýrði í dag, það er hluti af prógramin að brjóta börnin, sko, til þess að flautan virki á þau, sko. Já, bara, þú veist, svo fer maður inn á samskiptafræði og sér mæður alveg til hægri og vinstri vera réttlæta það að börnin séu rifin af öðrum mæðurum, sko. Og maður bara, þú veist, where did you donate your brain? Já, ég veit. Já, það er náttúrulega, sko, það er alveg massív heilaþvottastarfsemi og mind control og í gangi, sko. Ég meina, það er bara allir fjölmiðlar landsins að segja sömu tugguna, sko. Já. Og öllum stýrt. Og svo þetta hægri vinstri, sko, stjórnarandstaða og stjórn, þetta er allt sama liðið, sko. Já. Það er ekki munur. Sama bókin. Já, algjörlega sama. Já. Það er nú eitt sem við erum byrjað að vinna með og fleiri, það er komið til að vera. Þú átt það, eina bók, lærdómi. Þú átt þetta allt, maður. Ég er bara að færa fyrir hérna. Nei, ég held að sko, þeir upp í staði þá. Það er svona, ég vil ekki við sem að bera saman, þú veist, telja. Nei. Þú veist, við erum, ef ég sé þú kemur fram með eitthvað sem ég get notað, þá nota ég það. Ef þú sér mig koma fram með eitthvað sem þú getur notað, þá nota ég það. Þú veist, við erum að berjast fyrir við erum að reyna að moka sama haughús, sko. Hvernig virkar copyrightur á orðum? Nú er ég búin að búa til fjölmellur og hópismi, huldismi. Ég er að gera við þig, má ég stinga upp á því við gerum samning? Já, við höfum þennan samning, ég fann að sjá, ég meiri sem að fann að vita hvað það ætlar að segja, sko. Ok, hver er samningurinn sem ég ætla að stinga upp á? Þú mátt nota mín orð og ég má nota þín orð? Nei, við erum mörg búin að ræða það. Ég er búin að gefa þér opinbert einkaleyfi á öllum mínum höfundum. Já, það er að hægt að nota þér. En þú er líka búin að gefa mig leyfi til að nota þér. Tilbaka, já. Ok. Daginn sem þú viðurkennir að sálin sé ekki hóks, skal ég viðurkenna höfundarétt. Skaltu viðurkenna, já, höfundarétt. Já. Já, einmitt. Þú þarft að sannfæra mig með rökum að sálin sé til. Já, en mér er alveg sama hvort þú trúir á hana en ekki. Já. En þá veistu að, sko, ef þú vilt að ég trúi á eitthvað, þá ertu raun að segja það sé ekki til. Nota bene. Ég er búin að gera vídeó þar sem ég sannaði að Guð væri til. Já, ég man ekki því. Hvenær var það? Það er mjög einföld, sko. Heimskerfið vill segir að ég eigi að trúa á holocaustinu, rétt? Já, ég segi það ekki, en heimskerfið er með alls konar rangar hugmyndir í hausnum. Já, en ég er ekki að spyrja hverju þú trúir, sko. Nei, ok. Heimskerfið vill, það er orðin síðan á það. Heimskerfið vill að ég trúi því að holocaustið gerðist, rétt eða nátt? Já, það er rétt. Og hver eru rökin fyrir því? Hólakósti gerðist að því að hólakósti gerðist.
Sálin er til af því að sálin er til. Já, ég hafnaði þessu rökum. Beint í fangelsi með þig. Já. Það breytir nú ósköp litlu. Eina partíð sem í gangi heimi hér í haustum á mér. Já, en ég hef aðeins verið að leyfa mér að hugsa svona undanfarið, sko. Þegar ég sagði áðan, besta vopnið er vopn þjóðveldis. Já, þú veist, ég er ekki að reyna að samfara það, ég er bara að fá að útskýra fyrir þér hvað ég á við. Ástæðan er mjög einföld. Reyndar eru til margar ástæður og margir fletir á þessu. En besta tólið gegn document authority er document authority. Já, og það er náttúrulega eins og Jesús sagði, hann sagði alltaf ritað er, sko. Já. Þannig að þú þarft að svara document authority úr document authority, sko. Já, það til þess að ég var að tala að við þurfum að fara að skilgreina réttar sagt, við þurfum að fara að kjósa í þjóðveldinu þrenn lög, það er mín skoðun, sko. Og og ég hef rætt, ég er búin að bera fram þessa tillögur opinberlega og ástæðan er mjög einföld, það er verið að gera ákveðna hluti í lýðveldinu sem að ég vil að við í þjóðveldinu gerum ólöglega. Ég vil, þú veist, ef það fær kosningu, sko. Já. Segðu síðast að... Það er að segja ef ég fæ kosningu. Nei, það var á undan. Já, sko, lýðveldið er að gera eitthvað. Já. Meðan á sama tíma getur þjóðveldið gert það ólöglegt sem lýðveldið er að gera. Absolutt. Og leið og þú ert komin með lög og búin að kjósa lög og ert með stjórnarskrá sem segir við erum með dómskerfi, þá getur þú dæmt eftir þeim lögum. Absolutt. Og öfugt við eins og þegar þú ert með víkingadómstólinn sem er siðferðisdómur. Salomónsdómur, já. Já, það er siðferðisdómur. Absolutt. Að þá ertu komin með dóm byggðan á nákvæmlega sama strúktúr og dómskerfi lýðveldisins. Þú ert komin með annan dóm og smátt, eftir því sem að fólk sko er að nota hugtökin, eftir því sem þeir eru að nota hugmyndina, þá smátt og smátt fjölgar þeim sem fara að skilja hugmyndina og fara að fatta það sem er erfiðast fyrir fólk að fatta, að ríkiskerfi er hugmynd sem er trúað á. Punktur. That's it. Ég sagði, var ekki einhverju viðtalinu, sagði að, já, ég sagði hjá honum Markus og Jóa að Hæstiréttur væri trúardómstóll eins og dómstólar í Írak. Nei, í Íran. og eini gildi í dómstóllinu væri víkingadómur og myndist ég á þig líka þá, eða? Ég man það ekki, Nei, en ég ætla að tala, við hlupum aðeins frá sálarkonseptinu. Já. Ég get kannski gert meet you halfway samning. Sálin er SQL. Já, ok. Já, það er, ég sé pælingun, hún er góð. Já. Hún er kúkling. Þannig að sko, þar held ég að rökin fyrir sálinni liggi í SQL-kerfinu. SQL er bæði innsetningar og úttakstungumál. Absolutt. Og að hluta til skilgreiningatungumál líka. Já, mín kenning er svo að sálin er hoax eins og hún er kynnt en að hún sé gagnagrunnur og síðan lýstiði áðan sko með að hoppa fram að þakinu sko hvar gagnagrunnurinn liggur sko. Ég veit ekki hvort ég hef sagt það opinberlega, ég veit alveg sko, þegar þú ert að tala sálina sem hóks, ég veit alveg nákvæmlega hvað þú tala og að vissu marki er í sammálaður á þann hátt sem ég skilði. Ef ég er að skilja Svo þar með ég náttúrulega líka búin að diffjúsa 1302 sko.
Þannig séð ertu búin að því og það svo vissan hátt að sama og ég að tala þegar ég segja að besta vopn sem fólk hefur í dag í höndunum þjóðveldisvopnið. Það sama hugmyndafræði að þú veist mínus gerir plús en þú þarft að ná tökum á mínusnum. Og sem ekkert ósvipað því þú varst að tala í vídeónu þín í dag þegar þú varst að tala á hvaða tíma verður 2 + 2 = 5. Og vegna þess að ég veit alveg nákvæmlega hvað þú tala þarna og sammálaðir. Og þegar að sko, hvað sagði valdstjórn eða prestur eða einhver annar aðili skilgreinir fyrir þig hvað þú ert sem sál. Alveg eins og þú ert að tala með DNA-ið og þetta við líka sammála. Þó að ég trúi því að DNA-pælingin vísindalega sé alveg til, en mér finnst það ekkert endilega skipta máli. Þú segir það ekki til, ok, mér finnst það heldur ekki skipta máli. Vegna þess að það sem þú bendir á leið og ég treysti genakára til að skilgreina mitt genamengi, þá ég búin að gefa honum vald yfir sálinni. Alveg eins og þegar kristnumennirnir gáfu páfanum vald yfir sálinni, þá eru húmanistar að gefa genakára vald yfir genunum sínum. Ég segi nei. Ég segi nei við því. Já, kristnir gáfu aldrei valdið. Páfinn tók það, sko. Já, leið og þeir kvitta fyrir. Já, það gert með orðalegjum. Það svo þegar lögregla stoppar þig og segir do you understand why I stopped you? Já, og ég veit þetta. Ég veit að þetta gert með orðalegjum. Hvort sem að þú lappar inn á kjörstað, nota bene í barnaskóla. Náður þessu? Jú. Flautuleikarinn. Muna að kjósa rétt. Ekki láta að fara til spillis. Gott í skólan, barnið mitt. Já. Þetta ekki fyndið, sko. Nei, en gott ég var að rifja upp. Mér myndi nefnilega flautuleikarinn og Hamlin eða leittu inn í klett og láttu þau hverfa. Þú varst að tala hann eða dröpuð, ég þarf að rifja upp söguna. En það skiptir ekki máli, þú veist. Það rétt að það fór með það inn í hellir og það hrundi fyrir hellirinn og eitt barni komst frá til þess að. En metafóran jafn gild, metafóran skotheld. Og ég sendi þetta líka. Sko, ég náttúrulega bæti í söguna, það segir heldur ekki að flautuleikarinn hafi sett mýsnar eða rottunar í bæinn, sko. Nei, þetta eins og allar góðar dæmisögur, það að draga úr þeim endalaust. Já. Þannig að þetta, og Russell Brand búin að vinna með þetta líka, hann gerði mikið grín að þessu. Russell, hann að koma aftur sá svika rættur. Já. Okay. Þannig að það byrjar aftur á True News. Truths. Já, ok. Truths, hvað þetta Ok, en áhugavert. Hann Fabian Gate. Hver aftur Russell Brand? Já. En ég var að hlusta á hann Mikka Káta í dag, Mikka Klára. Já. Og hann var að tala rauðateppi, sko. Rosalega fannst mér athyglisverð pæling. Hann var að tala sko blóðlínurnar, sko. Ástæðan fyrir að vera alltaf með svona rautt teppi var sko til þess að tákna blóðlínuna sína, sko. Okay. Að það kemst enginn á rauða teppin ef hann sé í blóðlínunni, sko. Og allir hinir þurfa að vera fyrir utan ef enginn annar stíga á rauða teppi, sko. Og ég fór náttúrulega að hugsa þetta lengra, sko. Og þú kannast við sögnin að drepa með köldu blóði, sko. Já. Og þú kannast við fólk sem kallað að vera með blátt blóð. Já. Það eru sko þeir sem eru efst í stiganum og eru með rauðablóðið, sko. Þeir drepa ekki, sko. En þeir nota fávitana neðst á gólfinu til þess að drepa og þeir eru ennþá með blátt blóð, sko. Þeir eru svo bláiðir og svo heimskir og kaldir og vita ekkert, sko. Að það eru heimskingarnir sem eru notaði til þess að drepa með köldu blóði, sko. Já. Held ég. Já, ég hef ekkert grúskað þessum hlutum að kemur en hann náttúrulega. Þetta bara mynd sem ég að búa til, sko. Þetta ekkert. Já.
Já, nei, metaforun ágætt. Tsarion þetta með bloodline fyrirbærið svolítið þetta ekki svolítið Sitchin, Sakkaræða Sitchin pæling. David Icke rosalega hrifinn af þessu líka og margir að vinna með þetta. Þetta aftur inn í The Angel of Mysticism. Já. Ég ekki alveg... Annars sem að Mikki Klári kom með í dag, ég var að hlusta sérst í dag, hann var að tala að George Bush væri í raun þraut þjálfaður dávaldur, sko. Hvor? Yngri, eldri? Yngri. Já. Það var einhver að tala hver var að tala það? Ég man ekki hver það var sem var að tala það. Hvort það sonur George W. og sonur Jeb Bush sem núna að byrja í stjórnmálum. Ungur. Já. Að koma út úr framhaldsskóla, sko. En ég var hann sýndi svona vídeo af George Bush yngri. Já. Og ég held að þetta fíflið í honum sé leikur, sko. Leikarskapur. Hann kemst náttúrulega upp með að segja meira með því að vera svona kjánalegur alltaf. Já, það alveg ljóst. En svo sérðu það þegar hann að segja skilaboðin, þá breytist alveg á honum andlitið, sko, og hann kemur alveg... Já. Þú sérðu þetta, ég fattaði þetta í fyrra, að það var eitthvað sem ég var að grúska og ég ákvað að kíkja á einhverja blaðamannafundi. Ég skoðaði, það kemur svona upp í mér, ég ákvað stundum að skoða óvininn. Já. Að ég horfi á nokkur presskonferensis í Hvíta húsinu meðan hann var forseti, 2-3, og horfði á einhver viðtöl sem hann fór í eftir hann hætti sem forseti og var svolítið að skoða hvaða samskiptatækni hann notar. Og ég tók eftir því til dæmis á þessum blaðamannafundum hvernig hann notaði háðið mjög mikið. Hvernig hann gerði grína sjálfum sér, gerði grína áhorfendum og var svona skemmtilegur. Og notaði alveg snillda ræðum í að tengjast fólki sem var í áhorfendasalnum, sérstaklega inn í þessu blaðamannafundum. Þetta svona lítið þröngt herbergi, The White House Press journalists, veist. Þannig að þetta viljandi, sem að þeir nota svona lítið herbergi. Og þekktu þau öll með nafni og svona bjóð til svona, veist, I'm your best friend tækni, Já. Og með allir vera vinur og gera grín hvort öðrum og stríða og ég sá hann fekk svona persónulegar hálsklósur, og tók hann bara og henti hann tilbaka og var svona skemmtilegu cowboyin, Já, ég held að hann sé að leika sig heimskan, ég held að hann sé ekki svona stjúpid, En málið annað, það tókst eftir þegar Obama kom inn, þá var þetta svolítið svona yes we can, yes, og svona óbúslega mikil dáleiðslu. Já. Svona yes you can, veist, alveg bara svona. Núna það bara, veist. Já. Það óbúslega harka núna og ég skil ekki alveg af hverju sirkusin spilaður svoleiðis núna. Það rennur náttúrulega ekki slefan á milli í þessu fólki, Nei, það náttúrulega við þurfum, ég held að ekki flestir komið með það á hreint og Bandaríkjaforseti eingöngu leikbrúða. Nei. Ekki flestir komið með það á hreint? Nei, fólk alltaf að tala á kosninga, kannanir sína þetta og kannanir sína hitt, hvað fólk ætlar að kjósa. Veitu, þessi atkvæði breyta engu, það eru valmenn sem velja forseta. Já. Elektors eru bara eitthvað lið sem bara velur. Það hefur ekkert að segja með atkvæðin. Það popular vote, þau eru ekki einu sinni talin með. Já. Og það það sama sem ég að segja með Ísland, að atkvæði fólks ekki talin. Já, það bara talið atkvæði þjóðarinnar eða elektors. I hear you, I do hear you. Nei, alveg, ég hef sagt þetta, ég veit ekki hvort ég sammálar eða ekki, en þú hefur mjög mikið til því smáls með þetta. Mjög. Já, ég náttúrulega hef alltaf rétt fyrir mér, nema þegar ég hef rangt fyrir mér. Nema þegar ég þarf að leiðrétta það,
Nei, nema þegar ég þarf að fínstilla þig aðeins. Það nú bara eins og að kasta vatn á gæði, sko, það breytir engu. Ég safna rökum og gagnrýni í sarpinn, sko, og nú ef það eitthvað bitastætt í því, þá breyti ég stefnum. Við sjáum, sko, ástæðan fyrir því ég ekki að segja, já, þetta rétt hjá þér, svo að ég búin að vera á þeirri skoðun svolítið tíma að það skipti ekki máli hvernig atkvæðin fara. Á meðan allir sem að, ég var mikið að tala um þetta í hitti fyrir það. Þú lappar veitingastað, þið langar í fiskrétt, þið réttur matseðil og það 20 réttir á matseðilnum og þú lest matseðilinn og þú byrjar á að leita fiskrétti og finnur einhvern fiskrétt en þegar þú komin í atriði 15 komið vatn í munnin að þú búin að lesa svo marga góða rétti. Svo að þú allt í einu lest tilbaka og velur rétt númer 7. Og þú búin að steingleyma að þið langaði fiskrétt. Já, já. Og það bara kjötréttir í boði. Mismunandi kjötréttir. Kjúklingur, törki, svín, naut, lamb, alls konar. Meðan að kapallinn velur á matseðilinn, þá skiptir engu máli hvað þú velur. Ástæðan fyrir því að það valið á matseðilinn af því að skiptir ekki máli hvað þú velur. Hver munurinn á Jóhannustjórninni og Sigmundastjórninni? Enginn. Hver munurinn á stjórnunum fyrir hrun? 20 ár. Þú veist, Davíð var með stjórnina í 18 ár eða 16 ár. Svo tók Geir Haarde við og Ingibjörg Sólrún, besta vinkona okkar. Já, sem Hrundrottningin. Sem í Afganistan að pynta bændur til þess að rækta ópíum. Já. Og besti vinur okkar í Pírötum eittir langtímum þar. Ég setja upp surveillance-kerfi. Já. Og hæfa sín skotfilmi. Já. Nei, já, alveg. Það er það sem þeir voru setja. Þeir voru að gefa afgönum net. Hver hlustar á öll net? Hver fjármagnar hann? Já. Hann starfar í Króatíu. Þú varst spurður þú byrði í Noregi, máttu það bjóða þig fram á Íslandi? Já, meðan Smári McCarthy má búa í Króatíu og bjóða sig fram á Íslandi, þá má ég búa. Þú veist, halló. Hann fær aldrei þessu spurningu opinberlega. Nei. Og hann aldrei spurður að því hvort hann fær launin sín greidd á Íslandi eða Króatíu, eða hvort hann gefur þau upp á Íslandi eða hvar hann borgar þeim skatt, eða hvort hann fær þau greidd inn á reikning á aflandsvegum. Það standard practice og ég margbúin að tala um þetta. Þannig að ég kynntist þessu sjálfur. Ég hef unnið hjá einu verktaka og mér á boðin vinna hjá einu verktaka, þar sem í báðum tilfellum voru nota Ermarsundseyjar til að greiða verktakalögin. Þetta standard practice. Smári McCarthy með það opið hvar hann fær greidd laun og hvar hann gefur þau upp, eða hver heildar upphæðin hans er. Hann með þetta allt opið, anti-spillingasjefinn? Svo hann náttúrulega ekki með svo er genagublarinn aldrei spurður af hverju ertu með fyrirtækið í Delaware? Hvað það? Í skattaskjóli? Já, þú varst nú að tala um það í dag. Ég hef búin að minnast á þetta oft. Jú. Það hefur engin áhuga á því, en það er náttúrulega sko... Nei, genakafi, hann er heilagur. Hann er bara halvviti, sko. Hann er miklu meira en það, miklu verri en það, en ok. Hann er stórglæpamaður, náttúrulega. Það er svo með, ég vissi ekkert hver þessi Smári var, það var ein Facebook-vinkona mín, ég veit ekki hvort ég má segja nafnið hennar opinberlega, svo ég ætla ekki að segja það, að sem að bendi mér á það einhvern tímann í fyrra, hvað hann væri að vinna. Ég hef ekki hugmyndu að það, svo ég fór bara að skoða hver fjármagnar þetta fyrirtæki sem að vinna hjá. 2 fyrirtæki eigu George Soros, en býtu aðalstyrktaraðilinn, utanríkisráðurinn til Bandaríkjanna. Aðal fjármögnunaraðili Smára McCarthy utanríkisráðunni til Bandaríkjanna. Já, en Guðjón minn, þetta er náttúrulega bara tilviljun, sko, ekki láta, sko. Já, Eva Joly
vinnur með George Soros og IMF, eins og þú flettir á hana í vikunni, og meðan Píratar fá hana til landsins. Við erum búin að vera að leita tengingasönnun á milli Pírata og George Soros. Já, ég veit ekki. Við verðum nú að kjósa þennan flokk til þess að koma spillingar öflunum frá. Gangi þér vel. Þú veist, þetta fólkið sem að stofna NSA Ísland. Já. Og fyrir 5 árum þóttist að vinna með Wikileaks. Hver fjármagnar Wikileaks? En það annað sem óbúslega athyglisvert. Það þú manst hvernig þjóðkirkjan var dímoniseruð. Hvað aðferðir voru notaðar við það og lygar, sko. Nei. Jú, það voru teknir þessi biskupar og biskupin átt að reyna við einhverja forljóta kettlingum, veistu? Já. Og eitthvað svona, sko. Já, þú ert að tala það atriði, ég man eftir því. Og svona var kirkjan tekið niður náttúrulega og það var gert einhvern veginn svona bara tabú að vera hlynntur kirkjunni, sko. Sama með Framsóknarflokkinn, það einhvern veginn bara tabú af öllu þessu spillingadrasli, það var einhvern veginn bara tabú að Framsóknarflokkurinn, sko, allt hitt í góðu lagi, sko. Og ég bara veltaði fyrir mér hvernig þeim tekst að búa til tabú aftur og aftur og aftur. Með sömu aðferðinni, sko, aftur og aftur og aftur. Já. Og þessi verkfræði virðist þræl virka, sko. Og þeir fá bara þau kosningaúrslit sem þeim sýnist aftur og aftur og aftur. En það náttúrulega bara því að þessi atkvæði aldrei talin, sko. Já, en sko, þeir sem eru á matseðlinum gera það sem þeim sagt að gera. Það skiptir nákvæmlega engu máli hvað þú kýrst eða hvernig það verður talið. Þeir sem eru á matseðlinum, þú veist, þeir gera það sem sagt að ég get lofað þér því að ef að Dögun fengi 60% atkvæða, það myndi engu breyta. Þú hefur ekki hugmynd hvernig Dögunar fólkinu stjórnar. Ekki hugmynd það. Nei, ég veit nákvæmlega hvernig mér stjórnað. Já. Það gerist hjá mér. En sko, það líka búið að færa öll völdin, sko, frá Alþingi. Alþingi, það skipulega og kerfisbundi verið að gera Alþingi að svona Evrópuþingi sem hefur engin völd og hefur ekkert neitt að segja. Já. Og annað sem að í gangi á Íslandi, sko, að það einokun frímúrarhreyfingarnar á öllum... Þú darst stótt smástund? Já, ég segi þetta það sem við talaðum áður, þetta svona nýtt orðalag á því, sko, frímúrar, þessar leynirhreyfingar sem þetta tegir sig svolítið upp í háskólasamfélagi, það svolítið erfitt að sjá það, sko, að hluti af þessu leynifélagastar sem í háskólasamfélaginu og í þessum hugveitu sem þið kalla núna. Já, þetta lið með einkaleyfi virðist vera með einhvers konar einokunar stöðu á öllum embættum ríkisins og dómarastöðum og öllu draslinu, sko. Og það ekkert ástæðulaust, ég farin að tala frekar að tala embættismannakerfi að tala frekar teknokratana. Já. Og það eitt sem svolítið áhugavert að því náttúrulega ég búin að vera að tala lengi það, svona misstert kannski, en það búið að vera, ég oft minnst á það verið alveg undirtókn í mörgu sem ég að tala þú veist að það ekkert endilega hvernig við kjósum á Alþingi sem ræður, það spurning skriffinsku báknið, það báknið sem að framkvæmir þetta vald. Að embættismennirnir, þeir sem eru hér raunverulega kerfi. En ég hins vegar segjum sem svo að ég kæmist á þing með meirihluta fólki sem væri búin að kaupa þessa hugmyndafræði sem ég að boða. Ég myndi byrja á því að reka alla þessa dómara og allt þetta lið og ríkislögreglustjóra og bara hreinsa þetta drasl út, sko. Ég myndi ekki gera það. Nei, ég myndi gera það, absolutt. Ég myndi alls ekki gera það. Menn þá ég að gera nákvæmlega það sama á elitan. Þá orðinn engin munur á þér á elitunni. Nú, af hverju? Algjörlega vegna þess að þá ert þú farin að beita valdi. Nú. Já. Þá ert þú farin að beita valdi, þú ert orðinn forystusauður. Ef að ég á kærustu sem er farin að pirra mig og ég segi henni upp, ég þá að beita hann ofbeldi? Það allt annar hlutur. Þú ert leið og þú ert komin í þessu stöðu.
þú ert komin, þú getur ekki aðgreint elituna frá hjörðinni. Það er ekki hægt. Nei, það er alveg hárrétt hjá þér. Það er erfitt að gera aðskilja drull og skít, sko, og hugsanlega bara alls ekki hægt. Það er sannlega bara sturta niður úr klóstinu, sko. En það er alveg rétt. Ég er náttúrulega, sko, maður er kannski að reyna að fara í einhverja málamiðlanir við andskota sem er nú ekki mælt með að maður gerir, sko. Það var ekki eitthvað sem sagði að betra að vera bara ískaldur en hálfvolgur, sko. Að sko þessi mynd mín í dag með mannskeppnur setti mjög og sem eru í skeppnuskap, sko. Já. Það situr svolítið perspektíf, sko. Og þannig erum við líka alveg spott og sammálaði munin á mannskeppnu og mannveru. Já, já. En mannverurnar er alltaf svo góðar og faðmandi tréða, það er alltaf verið að ráðskast með þar, sko. Já. Þannig að það er vandamálið, sko. En svo er náttúrulega mannverurnar er alltaf að býta á agnið hjá mannskeppnunum, sko. Þannig að það er alltaf að falla í sömu gildruna aftur og aftur, sko. Nei, þetta módel sem ég verið að útskýra undanfarið er að sko lýðræði snýst að stjórna 60% af fávitum. Að 60% af hjörðin eru fávitar og þú stjórnar þeim. Hin 40% eru greindar skepnur sem að elska að telja baunir. En það er enda á því að telja munin á grænum baunum og rauðum baunum. Og grænum, rauðum, gulum og allra handana baunum. Þannig að þú veist, sundrungarverkfræðin, hún snýst að halda gáfnaljósunum uppteknum við baunatalningar. Já, ég held að fólk, það sem við erum að tala er mjög framandi fyrir fólk. Ég held að bara það sé ofsalega fáir sem að fatta raun hvað við erum að segja, sko. Þess vegna erum við að tala þetta, svo fólk skilja þetta eftir 2-3 aldir. Já. Vegna þess að við erum að hafa áhrif á hvað? Þú veist, tökum bara íslensku rásina mína. Ég er búin að vera að hanga á milli 85 og 90 áskrifendum á íslensku rásina. Ég fæ á milli svona 30-50 áhorf per vídeó. Og þau eru ekkert all horft á þrú. Fólk horfir á fyrstu 5 mínúturnar ákveður nenni að horfa á þetta allt eða ekki. En ég er ekkert að kvarta, sko. Ég er alveg sama hvort ég fæ 1 áhorfenda eða 1 milljón. Það breytir einhver fyrir mig. Ég sef áfram hjá sjálfum mér. Ég elda áfram mat fyrir sjálfan mig. Og ég hef engan áhuga á því að vera fremstur meðal jafningja. Ekki neitt. Þess vegna segi bara, skipti máli hver sagði eitthvað fyrstur, þú mátt bara eiga það. Ég nenni ekki, ég veit að 5 mínútum fyrir dauðan, þá þarf ég að vera tilbúin til að mæta skapara mínum nakin. Og ég mun gera það. Og ég hef meiri áhyggjur af því, ég hef reyndar engar áhyggjur af því, en ég hugsa stundum það, þegar ég kem fram fyrir skaparanum, fyrir hvað mun ég blygðast mér? Þú veist. Og hvaða dóm mun ég hvernig mun ég mæta dómi mínum? Narreistur? Getur ekki bara breytt SQL-kótanum? Þetta var of flókin spurning. En nei, ég hugsa, veist, ég trú ekki að ég hafi orðið til við fæðingu. Og ég trúi því heldur ekki ég hætti að vera til fyrir deg. En ég trúi því að siðferði sé, þú veist, það hafi verið spurt, þú veist, heldur að siðferði sé relatíft eða universal, ég hugsa þessi hvorugt. Ég held að spurningin sé raung. Og ég átta mig á því, ég geti orðið ríkur maður á átt einbýlishús og ég geti átt verið eitthvað prestur í einhverju 1000 manna söfnuði, það er nú annað eins til, sko. Kannastu við Guðrúnarsöfnuðin í Hlíðunum, enginn veit hann er til, þetta er 1000 manna söfnuður, hún á 2-3 einbýlishús, hún er rík kelling. Sjáðu hana, konuna hana Guðrúnu með ABC, ég meina kallinn hennar er prestur í einhverjum makningasöfnuði, ég meina þetta er fullt af svona dóti. Nei, hann er erðaríkur frá Þýskalandi.
Já, ok, en þetta var alltaf mjög sagt, sko. Hann kom ríkur til Ísland, sko. Okay, ég þekki það mjög vel, sko. Já, I stand corrected. En þetta ekki meint illa, þetta var bara mjög sagt. En bottom line þetta fullt af smásöfnuðum út allan heim. Já. Og allir eru með ljósið og allir með sannleikann og allir gúlarnir sem stjórnaði mér voðalega heilagt og fínt fólk. Ég vil ekki sjá neitt af þessu. Veist, ég var útlærður eftir ég kom á vottunum í því hvernig á að búa til svona lagað. Ég fyrirlít það. Þú veist, fólk heldur kannski, þú veist, þó ég standi nakin í eldhúsinu mínu að viðra heimsku mína framan í heiminn, ég átta mig alveg á því að ég gæti vel að gera aðra hluti og gert á öðruvísi og grætt á því. En það mér einskis virði. og þess vegna ég vingan áhuga völdum yfir einu eða einum. Það bara ekki til. Nei, það hundleiðilegt að vera með völd yfir öðrum. En rosalega, ég náttúrulega rosalega spenntur fyrir íslenska letifélaginu, sko. Það er náttúrulega mannréttindabrót að krefja letifélagið skattaskýrslur til þess. Ég meina það nennir enginn að gera svoleiðis. Það hlýtur að vera einhvers konar misrétti að heimta letingjarnir skili skattaskýrslum. En það tillaga til stjórnarskrár þjóðveldis að borgari á kröfu á heimtingu á því, hann getur gert kröfu það, hann er rétt á því. Þjóðveldið stendur vörð að hann á heimtingu á að vera óskráður. Kennitölulaus. Og hans heimabyggð, hans héraðsþingið hans, að því skipað að standa vörð þessi réttindans. Að þetta eitt af dæmi það hvað ef fólk skildi lýðræði, hvað þetta öflugt og fólk, þú veist, má ekki gleyma því að þjóðveldi sett upp þannig að það hægt að breyta öllum lögum í héraði á 3 mánaða fresti, alveg eins og fólki sýnist. Þetta miklu byltingarkenndari hugmynd heldur en fólk átti að sjá. En við vorum að tala hjörðina og sko, það þessi sálfræði sem að sko, þú veist að tala þetta hrekkur, þú veist að tala á hann, það hægt að ýta á dramanhappana á fólki aftur og aftur og aftur. Þú veist, eins og Einstein var frægur fyrir að segja, þú endurtekur sömu hlutina aftur og aftur og aftur og býst við nýjum niðurstöðum í hver skipti. Hver skilgreiningin á geðpillum? Geðpillun hóks náttúrulega. og við vitum, þú veist, þetta ekkert nýtt, þetta var svona dögum Jesú, þetta var svona dögum Móse, ég meina fólk fíbl. Það alltaf sama bingóið, sko, aftur og aftur. Og líðveldið lígveldin byggja á þessu minstri, mín kenning náttúrulega, mín skoðun, sem ég lýst á hann, 60% af fólki þeir sem stjórna, þeim stýrt í gegnum drama-aðferðirnar og hinn 40% haldið upptöknu við baunatalningar. En svo koma gaurar eins og við fram, alveg eins og til þess var á dögum Rudolf Steiner og Aleister Crowley fyrir 100 árum. Á sama tíma var líka Sölvi Helgason fyrir 120 árum og fleiri, og svona eins og hann Gurdjieff og fleiri svona snillingar sem voru á árunum 1870 til 1920 tuðandi til hægri og vinstri sem við erum að gera í dag. Þeir voru svona David Icke og Axel Peter síns tíma. Þú veist, sem höfðu áhrif á eitthvað í vitund fólks. Þetta mun gerast eftir 100 ár líka. Teknokratarnir verða þarna ennþá og prestarnir verða þarna ennþá og rantararnir verða ennþá. Já, eflaust breytist aldrei neitt, sko. En segðu mér hvernig fannst þér síðasti Harmageddon þáttur? Hann var rosalega harður. Mér fannst hann svo sem ekki tilþrifamikill. Ég man alltaf hvað talaði með einu sinni, sko. Hann var ekki það tilþrifamikill. Mér var eiginlega það eina sem ég man eftir í lokin var að það var einhver strákur sem skrifaði undir að það ætti nú að senda bæði Frosta og Axel Peter í geðra. Já, og fá niðurstöðuna. Það var eiginlega,
þú veist, mér fannst Frost og Máni báðir, þú veist, vera mildari við þig, mér fannst þeir kurteisari við þig og ég hlusta helst ekki á þá, mér finnst þeir vera svo dónalegir og leiðilegir sem slíkir, mér finnst þeir sína svo mikla fyrirlitningu en ég veit náttúrulega ekki hversu mikið að því er sjó, ég meina þeir, þú veist. Þetta bara allt saman, alls konar fókstækni, sko. Þetta er bara fjölmiðla tækni, sko. En svo þegar koma náttúrulega samherjar þeirra, þá maður heyra saumnál þetta, sko. Já, maður tekur eftir því, en þegar ég að horfa á þessa hluti, þá ég líka að horfa á, sko, þegar ég að horfa á Harmageddon-strákana, þetta bara strákar að vinna sína og alveg eins og með Markus og Jóa, ég meina, sko, þú veist, þegar ég að horfa á þættina hjá Markus og Jóa, ég ekki það til að horfa á Markus og Jóa, ég að reyna að horfa á hlustendurna þeirra. Alveg eins með Harmageddon, ég að reyna að sjá fyrir mér, sko, hvaða aldurshóp þeir að tala við, hvað hann stór, hvert gildismat þessa fólks, hvað það sem skiptir þetta fólk máli og svo framvegis. Ég sé til dæmis á kommentum, bæði á Facebook og á vefsíðunni að það til fullt af fólki í þeim hóp sem að fílar viðtölu við þig mjög vel. Þú veist, þannig ég veila meira á þessu, þú veist, þess vegna verið að tala með rásna mína á þeim, sko, og okkur, þú veist, ég kíkja á subscription-listana, subscription-listin minn á íslensku rásin búin að standa í stað og ég hvorki að sjá það sem pluss en mínus, ég horfa á þetta sem mælikvarða á það hvort ég sé að ná hvort að það sem ég að tala eigi erindi til, veist, hvað margir að úti sem upplifa eitthvað resonans við það sem ég að tala og ég sé þetta eins með frelsitífi, þú ert búin að vera með á milli 400 og 600 áskrifundur eða ekki, núna bara eiginlega síðan við byrjum að tala saman, ekki búin að vera svona svolítið á bara standa í stað. Við erum báðir með ákveðna áheyrendahóp. 550. Við erum báðir með ákveðin hluti sem við tölum við náum resonans í ákveðnum hópi samfélagsins og maður horfir á, ég alveg eins að horfa á það og þess vegna ég líka eins að spá í, sko, hvort ég ekki að breyta eins hvernig ég að tjá mig vegna þess að ég að byrja að fá svo mikið feedback frá fólki. Þú veist, ég fæ náttúrulega meira feedback erlendis frá því að það ég aktívari en ég að fá smá feedback líka innlendis frá og ég svona hætt að býta fólk frá mér, ég meira svona farin að hlusta meira á það sem fólk að segja mér og svona upplifa dialógið, sko. Þannig það, þú veist, maður að svona spá í býtu, þú veist, kannski áttu þau ekki sjálfur lengur, kannski ertu orðin bara þú veist, hluti af, þó þú sért að tala ákveðna hluti, það ákveðið fólk sem að hlusta á þig, sem að resonera við þig, þannig að þú ert kannski orðin líka á vissanátt rödd þeirra, þannig að það er kannski orðin því vissanátt skylda þín að sýna þeim ákveðna virðingu og þú veist, hafa ákveðið feedback opið, sko, en fólk skilur alveg ákveðin mörk, ef að þú svarar ekki einhverju eða vilt ekki fara út í eitthvað, fólk virðir alveg því mörk ef að þú virðir þau sjálfur og þannig að þú veist, er þá ekki líka áheyrendurnir alveg eins að búa þig til? Alveg sem ég talaði áðan, þú veist, ok, ég var fyrstur til að segja að það er nafn á eitthvað hugtak, en hvað eru mörkin á milli mín og þín, eða mín og áheyrenda, eða þeirra sem eru, þú veist, er það ekki bara við? Þú veist, ég nota þetta miklu meira þegar síðan við fórum að gera eitthvað. Þú veist, þegar þú veist, ég fór að skoða stjórnarskrárna, ég bauð fólki að fara með mér, en ég hef aldrei sagt þegar ég fór, ég segi þegar við fórum. Þau voru virkir þáttakendur í þessu. Þó ég hafi kannski staðið og bankað á dyrnar, þá var höndin þeirra á herðunum á mér sem gaf mér styrkin til þess að banka á dyrnar. En ég horfa á þetta því að sko í samanburðinum það er svolítið dregið á milli, fyrir 2 árum þegar við byrjuðum, þá var meira bil á milli mín og þín í áheyrendafjölda. Ég hef svolítið sótt í mig veðrið. Og ég ekki endilega að bera saman, það sem ég að tala mér að ég sé að við erum, ég held að nánast allir sem eru að hlusta á mig eru líka að hlusta á þig. Þannig að
þú veist, ég sé þetta meira kannski, ég hef verið að kannski fá eitthvað meira frá þér í rauninni til mín. En ég að horfa meira á býtu, það sem þú ert að segja, hefur það resonans? Þú veist, og það eins að líka með það sem þú ert að gera. Þú veist, hefur það resonans? Þú veist, erum við... Já, ég held að áhorfendur hafi engin áhrif á það sem ég fjalla Nei, ekki hjá mér heldur, en mér veist allt í lagi þú veist að hlusta á fólk og ég til dæmis ennþá að nota, það var einn strákur sem sendi mér e-mail í sumar með líkum hérna í viðtölum við Bobby Fischer. Ég hlusta á þau, hendi þeim á netið og svo kom að nákvæði moment þar sem að Gena Kári reyndi að stinga upp í Bobby Fischer og mjög dónalegan hátt. Og ég gleymi svo aldrei. Bobby stoppaði og það sló þögn á alla, allir vissu að Gena Kári hafði gefið honum kjaftsök, sko. Og maður sagði, býtu, hvað kemur næst? Því að Bobby talaði svo mikið antisemitisman, sko. Og hann virkaði svolítið á manni svo bara svona kall sem var orðinn, sko, komin í lúppu. Hann hugsaði, svo svaraði hann, maður átti ekki von á svarinu sem kom, nema hann skákaði og mátaði Gena Kára algjörlega. Já. Gena Kári átti ekkert svar, hann reyndi aðeins að krafla, en maður sá að Bobby, hann bara horfði á þá sem að fylgdust með honum og hann átti sviðið aftur. Já. Og allt í einu fattaði ég að þessi skákmeistari, að hann var allan tíman í öllu sem hann var að gera að tefla skák. Já. Og þarna sýndi hann, og ég sagði, djöfull var þetta flott. Þarna, þú veist, sjá þessu gaurinn sem var að rífast mig í pottunum annan daginn. Ég var búin að fatta hann væri frímánuður. Svo þegar hann var farinn, þá sagði, djöfull var ég vitlaus. Ég glemdi að skjóta á hann þegar þú ert uppi skroppa með rök, þá hljóðlar í mannin. Já. Þú veist, það hefur verið svo snillt að skot. En síðan tek ég eftir því þegar ég fer í búningsklefann og annað, hann lætur þessu ég sé ekki til. Já. Og hann ásakaði mig að hafa verið orðinn æstur. Svo ég komin út í bíl og ég hefði svolítið gaman að þessu, sko. Svo allt í einu fattaði ég af hverju hann varð svona æstur. Allt í einu fattaði ég að ég hafði gert án þess að vita það. Þá hafði ég gert það sem Bobby Fischer gerði. Já. Vegna þess að nánast allar fullyrðingar rökræðutækni sem gaurinn kom með, þá var ég skaut á hann 3 og 4 sinnum, þetta frímúraratækni, þetta frímúrararök, þetta frímúraraheimsmynd og ég öskraði eftir hann, býttu eftir frímúrari. Þegar hann sagði, veist, ég var 25 ára í löggunni, býttu það, valstjórnin, varstu frímúrari? Og ég sagði, býttu, þeir fá ekki svona lagað á sig. Og ég sagði, ég hef örugglega gert manninn alveg öskur reyna. Og býttu, þannig að kannski maður að læra eitthvað. Þú veist. Já, þú ert orðinn góður í skákinni, sko. Nei, en allan kann mannganginn. Já. Nei, ég held að, sko, svo ég er núna með 524, það er svolítið slegið áskrifundur, sko. En ég er komin í 195.000 views, sko. Glæsilegt. Ég held ég sé með 20.000 views. Já. En ég er nú ekki að bera okkur saman. Ég er að reyna að horfa á hvað erum við tveir að ná stóri sneið á áhærendaköpunni. Af því við erum báðir að telja ykkur trúðum að við séum að hafa ykkur áhrif. Ég held að við höfum engin áhrif. Ég er ekki sammála því. Ég held að það sé alrangt. Sko, fyrsta lagi heyrir maður míminn manns hljóma. Maður heyrir breyttan hugsunargang víða. Ég sé það, já, tek undir það. Og maður sér viðbrögð valdstjórnar mafíunar við því sem við erum að segja. Ég sé aðeins af því, já. Og ég hef náttúrulega komið fram með þá kenningu að það sé engin sem horfur á okkur nema valdstjórnin, sko, eða mösteris. Já, ég sé það mest af því að fólki kringum mig bendi mér á það. Það er svona skiptin síðan. Ég sé aðeins að þeir bregðast við, en ég sé það meira út af því að mér er bent á það fólki vina netinu. Já, en svo eru bara hugtök sem eins og að valdstjórnin sé skipulag glæpasamtök, þessi hugsun var bara ekki til áður en að
að byrja að vera predikana hér, sko. En mér hafði gaman að ég skaut á að, þú veist, það var daginn sem að þeir reyndu hérna að selja hugmyndina endurreistir Píratar. Endurreistir Píratar. Ég sagði, býttu, þetta til þess að breiða hulu yfir endurreist þjóðveldi? Alveg eins og þau bjuggu til þjóðfylkinguna, þú veist. Þú veist, hvað mikið af svona villuljósum, sko. Já, ég veit ekki, mér alveg sama, ég brosi yfirleitt þegar ég sé svona, því ég sagði, það ágætt að þeir sé að glíma við mig, því að þá eru þeir uppteknir, en ég ekki að glíma við þá. Nei. Ég alls ekki að því. Það kallar ekki að mér að svara neina á því sem koma með. En ég á svo sem ekkert endilega vonaði að neitt breytist, sko, ég held að Ekki hreyfa mækinn svona aftur. Nú, hvað gerist? Ekki. Það kom rosalegu tónmaður. Nú, hann á að vera með gúmmi og græjum. Já, bara don't do it. Ég er búin að færa hann oft í kvöld. Er það bara núna sem kemur hljóð? Já, það kom núna, það var bara Já, ég er líka orðið svo þreyttur. Ég þarf að fara að sofa, sko. Ég er búin að vera veikur, ég er aldrei veikur, sko. Nú var ég bara veikur á föstudaginn. Sæl. Þú bara vinna mikið. Já, ég var hann í Karlstað, sko. Já, hvað hann í vinna? Já, ég er náttúrulega að keyra þennan taxibíl, sko, með eldri borgarna og alls konar mikið. Okay. Er það ekki skemmtilega vinna? Jú, hún er alveg ágætt, það er náttúrulega búinlega létt vinna, sko. Og ég er mjög gaman að þið, sko, að ég kynnist hérna öllu umhverfinu bara, ég þekki hverja hunda þú hérna eftir nokkuð tíma, sko. Og síðan er ég á Innovation Park í Karlstað. Hvað það þannig? Það er vindorkan, sko. Já, okay. Ég gerði alltaf vídeó þegar íslenska ríkisstjórnin stala mér uppfinningu í sambandi við vindorku. Og ég með aðra hugmynd sem miklu betri, sko. Og hún hefur vaxið upp í það núna að það er bara eins og, já, ég er eiginlega búin að finna upp bara alveg nýtt orkukerfi. Bara, það er að sópa öll þessu gamla drasli út og setja mitt kerfi inn, sko. Og hérna, þetta er eiginlega svo stór hugmynd, sko, hausinn handlar þetta ekki, sko. Og líka mikið stress, sko, að tapa en ekki, það ger ekki sömu mistökin aftur að tapa ekki hugmyndinni, sko. Já. Og ná patentinu og þetta er mjög gott, þetta er svona Innovation Park, þetta er svona uppfinninga, fullt af svona nýsköpana fyrirtækjum og svo eru þarna apparöt sem eru til þess að styðja við uppfinninga, klappa, sko. Og ég var á 50-daginu, var ég bara á 2 fundum þarna, veist, og það er bara neðar á ganginum báðir aðrar sem ég þurfti að tala við. Og líka þetta er svona mjög flott húsnæði, en ef ég þarf að fá ykkur á fundi þá er maður alltaf í Karlstað, það sem að lífið er, eða svona stórborgin, sko, stærri borgin. Og það er mjög gott að fá fólk á svona impressive stað, sko. Og svo er ég að vonast til þess að fá fjármögnun í að klára útfærslu á þessari hugmynd, sko. Þannig að ég er að reyna að vera svona 5 daga í mánuði, þarna 5-6 daga. Já. Það sé eina viku, sem sagt. Glæsilegt. Já, nóg að gera, sko. Ég þarf að fara að dömpa verkefnum, það eru alltaf mikið. Já, ég þarf ekki að dömpa neina, ég tek engin verkefni og geri helst ekki neitt, ég má það ekkert. Nei, einmitt. Ég var bara einbetta mér að því hvort ég ná að heilsa aftur. Já. Það er alveg nóg af hugmyndinum í hausnum ef að út í það farið að gera eitthvað, sko. Já, einmitt. Ég neita mér það í dag, sko. Já, en ég meina þú hefur lifið brauðið og þannig, sko. Það er ekkert að lifa á, það er bara status quo. Já. Fólk heldur að það að vera sjúklingur sé eitthvað lúxuslíf, það er það alls ekki. Nei. Og fólk gleymir því til þess að þú veist áður en þetta gerist, maður var með 5-faldar tekjur, sko.
Þú veist, þá gat maður að lifa lífinu, sko. Maður gat gert við bílinn þegar hann bilaði og ferið á endalausum ferðalögum og þú veist, þvers og krussu landið og hérna, það svona var svolítið það sem ég lifði fyrir, sko, vera með jeppa og geta ferðast, því ég vil það, ég ferðast ekki erlendis, sko. En að vera með jeppa sem kannski 33 tómma dekkjum og að vera ná góðum nýjum dekkjum þegar þú búin að slíta þeim, sko. Dekkjum sem að grípa vel í hálku eða snjó og eða eins og þetta, þú veist, ef þú ert á jeppa, ef það fer millikassi, þá kostar það, þú veist, pening, ef það fer, þegar það kemur að því að skipta dempara, það kostar meira en á fólksbíl, þú þarft að efna því að gera við þetta. Og ég er búin að, hann fór reynsla því að skiptir engu máli hvort jeppin er 20 ára eða 20 ára, það kostar sömu upphæðina, þú veist, sá eldri bilar aðeins oftar, sko, en á móti kemur að þú þekkir hann betur, en sá nýrri, hann er að, þú veist, upphæðin sem fyrir að kaupa hann, er upphæð sem þú sparar pening á að kaupa eldri jeppa og gera við hann, heldur að kaupa nýri, þetta er einfalt reikningsdæmi, en þú veist, þetta er ekki hægt í dag, þú veist, og maður er sko, og eins og þetta húsnæði sem ég fæ að búa í, ég meina, þú veist, ég er náttúrulega borgað eitthvað fyrir það, en þetta er ekkert heimilið, þetta er bara einhver kofi, og þú veist, maður er að kynnast því vel, það sem öryrkjar almennt er að tala að, þú veist, á hverju þeir að lifa og hvernig þeir framfleyta sér þetta fólk. Þú veist, þú ert ekkert, þú veist, svo er elitan og hinn almenni borgari að segja, þið eru bara á spena, þið eru bara í einhverju þægilegheitum. Nei, þú veist, þú ferði í gegnum, sko, bönsa greiningum, sko, og þar geta verið margar mjög lítillækandi áður en að maður er settur í þetta ferli og það er partur af því líka að umgangast oft fólk sem að þú kannski áður leist á sem svona neðar í samfélaginu. Það er einn partur að átta sig á því að maður var með fordóma. Þú veist, ég þurfti að átta mig á því, ég hélt ég væri fordómalaus. En maður er búin að kynnast fólki sem að maður, hugsa, djöfull hafði ég gott af því að átta mig á því að við erum öll fólk. Það er engin, þú veist, jakkafatta plebbin í sjónvarpinu er í rauninni í mínum augum neðar heldur en fólkið sem er að kljást við sjúkdóma. Það er ekkert eins erfitt í lífinu eins og þegar óvinnurinn er innanfrá. Já. Það er miklu auðveldara að berjast við óvinn sem að er hinum með göttuna. Ég var einhvern veginn þá átti ég heima í Fossvoginum, í íbúðina með ömmu. Og þá seldi ég bílinn og hætti að borða kjöt mér, þetta var svona eitthvað tímabil. Og var bara reiðhjóli, sko. Og bara það að losna við bíladjöfulinn, maður átti alltaf pening, sko. Bílar á Íslandi eru bara svo dýrir að það næri ekki nokkur átt, sko. Halló, já, það út aðeins. Já, þegar ég segi það er svo dýrt að eiga bíl á Íslandi, það næri ekki nokkur átt, sko. Þegar ég á með tímaritið, það var alveg í heilt ár. Ég reiknaði eitthvað út hvað ég var mikið á ferðinni og hvað bílinn kostaði. Og ég komst að því að ef ég myndi nota sendibíl eða leigubíl, þegar ég þyrfti að fara út fyrir kjarnan þar sem að skrifstofan var, að ég gat farið allra minna ferða og sparað, sko, lækkað bílakostnaðum helming. Já. Ég er á þér. Það er mikill kostur inn í Svíþjóð og það er mjög ódýrt að eiga bíl, sko. Þetta er, nei, fólk veit, þú veist, fólk er svo mikið í því að tala, það er svolítið merkilegt með samfélagið okkar hérna heima á Íslandi. Ég veit náttúrulega ekki hvernig það er í útlöndum, en ég er bara góða, þú veist, ég er náttúrulega verið á 3 öðrum löndum, Hollandi, Ítalíu og Írlandi og ég er bara gott að segja að minni reynslu af því. En mér finnst, sko, samræðan eða heima vera svo mikil rörsýn og vera svo stíf í rörsýninni, en á sama tíma er alveg óbóðslega mikil það sem ég kallaði daginn sko dómagirnd, ekki þú veist, girnd, að girnast það dæma, þú veist að það má enginn hreyfa sig, þá er pikkað í bakið á honum, þá fær hann rýtingana í bakið og eins og þetta, fólk sem er sjúklingar er að fá svoleiðis, sko, skersletturnar meðal fólks. Veist, það er ekki bara elitan sem er gagnrýnd, það er allir að gagnrýna alla aðra og ég náttúrulega kannski ekki barnanna bestur, ég er að gagnrýna bara alla í einum pakka, sko.
Þannig ég ekkert skárri, en ég allan að byrja að fatta þetta. Og við erum, því að ég held að yfirborðsjákvæðnin sé ekkert skárri. En þessi rörsýnin þarna samt. Og það svolítið það sem ég reyna að berjast fyrir, að við lostum út úr þessari rörsýni. Ég veit ekki hvernig henni komið á. Hún sjálfsbrottin? Erum við svona heimskíslendingar? Erum við það? Það sjálfsbrottið? Það náttúrulegt? Eða það uppalið? Það samsæri? Það með vilja? Það flotta? Ef ég sé hvar, ef ég finn þetta, ef ég finn steinvöluna, ég vil hóla réttan stein. Þetta skólakerfið. Það hannað fyrir þetta. Skólakerfið leitar í the lowest dominator, eða það lægsta sem saminar liðið. The lowest common denominator. Já, og það heldur áfram út lífið hjá fólki, Því að þeir sem verða undir í þessari fangelsisbaráttu í skólafangelsinu, þeir eru undir jafnvel allt sitt líf og svo upplifun að verða einu sinni undir í fangelsinu fylgið allt sitt líf, skilur. Já. Þannig að þetta svona skilja, þetta þú veist að þú þekkir örugglega vottunum líka, allavega þekkjum að á kristna heiminum, þegar ungt fólk, svona úlingar fóru á fylleríið, og maður þekkt fullt af fólki sem fer á fylleríið, en þegar svona fólk kemur úr kristnabransanum og fer á fylleríið, þá það ólétt og bara alveg fast í neyslu, það fer í klessu, þegar það fer í þennan bransa. En þeir sem eru líka sem bransa árum saman eru einhvern veginn svona teflan húða, eða og ég stundur líkt þessu við snákagrifju, Snákanir eru saman í grifjunu og ekki að meiða hvort annan, Já. Og eitthvað dettur onni frá öðrum kultúr, þegar mann vera dettur onni í snákagrifjunni hjá mannskeppnunum, að þá bara eitrið alveg miskunnarlaust, Þannig að í skólanum þessi mannskeppna og mannveru skiljari, Já. Og mannskeppnunar halda bara áfram í sínum skeppnuskap og vegnar svo sem ágætlega í snákahólunni sinni, Já. Og á fullt af vinum þar, en mannverunar alltaf einhvern veginn svona utangáttar og sárar og brotnar, Já. Og mannverunar útbitnar. Já, svona ná ekki alveg að höndla bitinn, Og mannverurnar þurfa að læra að verja sig, hvæsa hressilega á mannskeppnunar, Mannverurnar verða einhvern veginn að læra að verja sig, En það þær fara svo illa út úr skóla skiljunni, Já. Að þær eru eiginlega brotnar, algjörlega brotnar fyrir lífstíð. Og sitja fastar í þessu mannskeppnu systemi, og eru alltaf að reyna að leita ykkur hjálp hjá mannskeppnunum, Já, og líka öfugt, það er líka öfugt oft. Það eru margar mannverur sem að koma særðar út og eru jafnvel að glíma við einhver sár árum saman og jafn oft í einrúmi, af því það er oft með mannverurnar að þær vilja sleikja sárin sín sjálfar. Já. En það er mjög oft sem mannskeppnur sem að finna að það er eitthvað í ólagi, leita til mannverana. Ég leita svörum, leita aðstoð, leita þælum, alls konar. Það er oft. Þetta sé ég oft líka. Ég hef oft orðið vitni að mannverum sem eru helsærðar en eru samt að hjálpa öllum í kringu sig, Já. Það er eins og þeir sem eru svona mest bitnir virðast oft vera miklu sterkari heldur en þeir sem eru að býta þá. Já, það er eins og með mig, ég líti á mig sem mannveru, Já. Og ég hef náttúrulega verið bitinn svo hrottalega af árans mannskeppnunum, að Já, ég vil ekki umgangast fólk í dag.
Ég Ég bara hunda í kringum. Ég bara, sorry. Ég hef lokað töluvert að dyrum, sko. Og sko, mannskepnunar, fyrsta leið búin að lærast hvernig ég verst þeim, sko. Og já, nú kann ég að verjast þeim, sko. Já. Teflon, hún kemur, hún lífræn. Hún vex. Lífræna teflon. Já, en það segir, sko, að við breytist bara með múlk. En hins vegar segir Biblían okkur að vera kæn eins og höggormur og falslaus sem dúfa, sko. Já, gott ráð. Ef maður kann að handla það og ef við vita að handla það. Já, en hvernig snákurinn kæn? Hvernig? Ég veit það ekki. Kænska snáksins? Ég veit það ekki. Nei. Ég veit bara hugmyndir það. En ég ennþá að læra og það þarna sem maður á margt ólært og mín uppáhaldsaðferð fyrir svo að ég passa mig á því að það hluti af því sem ég hugsa segi ég ekki sjálfur mér. Já. Einmitt. But if I would explain it to you, I would have to kill you. Þá skulum við bara sleppa því. Já, nei. Ég þarf að fara að sofa, sko. Ég 2 tímum á undan. Já, ég sé það. Ég þarf líka að fara að sinni fyrir eftir elda kvöldmati minn. Já. En það að róa hundurinn, við fórum í langa labbitúra fyrir djók. Já, ég fer á morgun og ég í svona listaklúbb, sko. Þannig ég þarf að sitja á listasýningunni einhverju tíma á morgun. Nú steinsefur hérna hann aftan mig. Já. Ég veit ekki hvort það sést. Hann hann á kottanu mínu. Já. Hann komin á hann stundum ef hann náttúrulega komin orðin öldungur, sko. Já. Hann svolítið macho í sér, svona svolítið sjálfstæður, sko, en stundum kemur hvolpurinn upp í honum gamla og þá gerir hann eitthvað ægilega krúttlegt. Já. En ég tek eftir því með uppeldi hérna hjá stráknum, ég reynda að teki eftir þessu áður, sko. Já. Að strákar eru miklu viðkvæmari á svona sem börn, sko. Jaha. Já, óbúslega viðkvæmir. Heldur það sé ekki bara einstaklingsbundið eða? Nei, ég á náttúrulega 2 stráka og núna 3. Já. Þannig að og ég er búin að vera að spá í, sko, ég náttúrulega alveg upp að einstæðri móður sem ekki gott fyrir stráka. Það mjög slett. Já, ég held að fólk áttast ekki á því hvað mikið ofbeldi fyrir unga stráka vera aldur upp af einstæðum mæðurum, sko. Það mjög slett. Já. Það bara einstæðum foreldrum. Það náttúran bjóð til foreldra af ástæð eins og, þú veist, í pörum, sko. Já. Ég til dæmis að ég er bara ekkert búin að klára þessa hugsun, en ég held að, sko, kúltúrin, mannkyns menningin, sko, áður að byrja að meitla okkur þvílíkt eins og að gert í dag, að þeirra, þú veist, núna í dag, sko, þá konur, sko, að vera liggu við einherjar, sko, í þessum industrial teknokratíska heimi. Þú veist, það eru aldar upp þannig konur, sko, að það gefið í skyn við þær að ef þær velji börni sín fram yfir frama, að þá séu þær að takmarka sjálfar sig. Þú veist, þetta áróðurinn, sko. Ég var að tala með daginn við konu sem vinnur sem afgreiðir í einni verslun síðan fyrir reglulega. Bara kona sem svona, með húmorn í lagi og svona kettling. Og
Ég veit ekkert á hvað aldri hún ég held hún sé eldri en ég, sko. En ég veit, óræðum aldri, en þetta kom í tal og hún sagði, veistu, ég var með börnunum mínum, sá yngsti var 13 ára, þá var ég bara heima. Og ég sé ekki eftir einum degi. Nei. Og ég veit að fleiri konur hugsa svona, fólk, það situr ennþá í mér, sko, það sem hún sagði við mig kona sem 10 ára yngri ég, hún sagði eitthvað tíma við mig, veistu, þegar við vorum krakkar, þá var það bara pappinn sem var úti, en við komumst alveg í frí, við áttum allan lúxus, við framfléttum okkur. En núna þar sem konur eiga að vinna úti til að finna sjálfa sig og upplifa sjálfa sig sem einstaklinga, þá allt í basli. Ekki bara fjárhagslega heldur, líka tilfinningalega. Já, ég veit. Þannig að sko, ég ætla ekki að fara að segja við konu að því hún sé móðir eigi hún að vera heima. Ég ekki svo óforskaðmaður, en ég held að við þurfum þessi samfélag að spyrja sjálf okkur á hvaða gildum við viljum byggja líf okkar og hefja jafningja umræðu það, en ekki að láta segja okkur hvernig við erum að hugsa eða segja okkur hvernig við erum að tala. Og það eitt af því sem ég verið svo mikið að skammast undanfarið að þetta ár, ég bara hætti að horfa á meginstraumsfjölmiðlum síðustu árum. Ég bara ekki lengur að láta mata mig á fyrirsagnaði og veistu, ég finnst ég ekki vera að missa neinu. Fólk stundur spyrir mig, sko, hvað finnst þér þessa frétt? Ég fylgist ekki með. En þá segir það mig bara hvað var í fréttum eða þá ég veit að þú veist tekka á því, flettið ég. En ég ekki að missa neinu, ég að lifa á mínu lífi. Ég held að ég sé alveg samræðið færi samtíman, sko. Ég hlusta heldur ekki, ég hlusta náttúrulega á útvarpið, sko. En ég horfi aldrei á Kastljós til dæmis eða fréttir í sjónvarpi eða neitt slíkt, sko. Ég meina, þú ert náttúrulega að leggja áherslu á öðruvísi hlutinni, þú ert líka sko, með hlutir sem að þú ert að fjalla þú veist, ég ekki að bera okkur saman, sko. Það til dæmis, sko, minn styrkur að samfélagi mitt að fylgjast með. Þú póstar hlutum og fleiri kringum póstar hlutum. En ég að fókusa á hver að stýra því hvað við erum að hugsa Ef við erum að hugsa það sem á sviðinu, þá erum við ekki að velja sjálf. Og ég sé að því ég náttúrulega að leita hver steinninn sem ég á að hóla, sem þarf að mölva. Hvar er til dæmis, þú veist, eins og það var einhver sem tók undir með mér þess að ég var að tjá mig að þú veist, þegar ég var krakki þá voru samræður iðkaðar á heimilinu. En hversu oft hefur maður komið í heimsókn á fjölskyldum sem segja, heyrðu, sest inn í stofu og horfðu með okkur í sjónvarpið. Og svo næsta klukkutíman skipst á svona frasasetningum og helmingurinn að því það hvað þessi þáttur sé góður. Einhver skáldsögu þáttur, dáleiðslu þáttur sem að koma subliminal áróður í fólk. Þetta ég skil ekki að fólk vilja, allt þetta fólk lifir í þjáningu. Allt þetta fólk lifir í þjáningu. Lausnin að labba út úr kerfinu, Rauðahafið. Það hefur virkað vel fyrir mig. Já. En ég ekki að þakka mér það, vegna þess að ég trú að það sé til eitthvað meira okkur aðra eða meira. En eins og vorum að tala sálina áðan, ég held að ég hef aldrei vogað mér að skilgreina hvað sál. Jú, ég skilgreina hún sé stærri líka, en ekkert meira en það. Veist, ég tala stundum Jón Amil Skugga en ég ekkert að segja, sálin þetta. Ég veit ekkert hvað, jú, ég segi stundum hún ljósbrot af sál skaparans, ég meina, hvað það? Ég meina, ég get ekki skilgreint hvað skaparinn ég get ekki skilgreint, það það sem engistrún Ég veit ekkert hvað sálin en þú hefur ekki vald yfir að skilgreina það fyrir mig. Nei, þetta ekki að sækjast eftir því valdi, sko. Nei, það það sem að þannig skilja þig þegar þú segir sálin hóks. Já, ég að lýsa minniskoðun, sko. Já, en þú ert líka að segja leið og þú trúir því að einhver sé þér umkominn að skilgreina fyrir þig hvað þín sál sé, þá ertu glataður.
Ég segi hver. Segðu þú. En þú veist hvað ég á við, ég meina. Já, ég er náttúrulega verið í kirkju í 100.000 ár. Nei, ég er ekki að tala um þetta trúarlega, ég er að tala um hver hefur vald yfir að þú skilgreinir sjálfan þig. Það hefur enginn vald yfir mér nema ég er. En sjáðu samfélagið, það er allir stút fullir af hugmyndum sem er að skilgreina það. Hugmyndum sem það myndi aldrei taka upp eða það myndi hugsa. En að endurtaka setningafrasa er ekki hugsun. En hérna, ég var líka að pæla í þessu samhengi í dag með mannskepnuna. Manstu þarna þegar að sjúkimaðurinn kom, sem var mannvera og helsetin af illum öndum, af skepnuskap, já. Og Jesus spyrir, hvað heitir þú? Já, ég eru margir og ég hersing. Og hérna, og svo fóru þeir að biðja, sko, ekki fara illa með okkur, leið okkur að allavega hlaupa í svínin, sko. Og ég, eftir pælingarnar þessar nýju opinberanir í dag, gær, þá eru sko illir andar, sem eins og ég lýsti í Biblíunni, eru allar þessar hugsanir sem við erum að tala sem fólk bara copy-pastar, sko. Já, það er góð túlkun. Það er skepnuskapurinn, sko, og mannverur eru þjáðar af því, sko, en mannskepnur finna ekkert fyrir því, þetta er alltaf bara þeirra eðli, sko. Þannig að þessi mannvera var þjáð af svona skepnuskapshugsunum, sko. Og hérna, og voru að tala við Jesú bróðir besta, sko. Og báðu að ég raun að fá að fara heim, sko. Í skepnunar, sko. Og þar hlupu strax fram að Bjargi, sko. Káttu nei. Þannig að sko andi er raun bara andadráttur, sko, og svona hvernig skapið þú ert í, og illur andi er þegar þú ert alltaf í vondu skapi eða það er svona hugsanir og sár sem að meiða þig, sko. Það er raun lýsingin á illum anda að hérna og það er ekkert svona flókið, sko, þetta er ekkert svona veist, þetta er bara, er hugsun eitthvað þetta er bara samansapnað af vondum, illum skepnuskapshugsunum, sko. Og hérna, þetta er smótil. Já. Og það virkar, ég finn að þegar ég til að segja hugsun dímonisma, það er ekkert óskild pæling. Já, dímonismi er aðeins stærra, sko. Já, dímon er illur andi, sko, en það er eins og hérna viðtalið sem ég stundum talaði sem ég sá við kaþólskan prest, sko, og hann var spurður hvað er svona, finnst þér vera ríki Satans eða djöfullinn, sko. Hann lýsti því þannig að ég sé það fyrir mér, sko, að það leggst svona bara yfir einhverja borg, þá fatar að gera eitthvað, eða það kemst eitthvað svona í tísku, eitthvað svona sem er algjörlega djöfullegt, sko. Og það er þetta já, það er sem sagt andlega, sko. Og eins og í Íslandi í dag, þú finnur ekki 15 ára úling sem er ekki búin að pröfa það í öll götun á sér, sko. Eða með yngra, 13 ára. Og þetta er óbúslega skemmandi fyrir mannssálu, eða mannin, sko. Já. Mér skilst að það sé algjört epidemik með svoleiðis á landinu. Og það eru mörg ár. Allt í lagi, sko, en þetta er óbúslega ungt, sko. Og hérna, og þetta skemmir svo mikið fyrir lífinu, sko, sem er framundan. Við getum hugsað okkur, sko, 2 einstaklingar sem ætla að giftast sem lím, sko. Já. Og alltaf þegar þú ert að, gera eitthvað, þá eyðist límið, sko. Já. Svo þegar þú ferð í sambúð eða samband eitthvað svona, þá er ekkert sem heldur, sko, það er bara og þess vegna eru náttúrulega þessi rosalegu skilnaðar og gengur svona illa í fjölskyldu bransanum, sko.
og það sérstaklega já, það það sem að hefur óbúslega skemmandi áhrif á allt drastlið, sko. Allt gúmmulaðið. Já. Það allar fjölskyldur svona einhvern veginn brotnar eða bilaðar, sko. Börnin fæðast inn í eitthvað svona samhengi það sem ekkert lím, sko, til þess að halda dæminu saman, sko. Og það bara þessi efnafræði virkar ekki, sko. Já. Og endar bara í eitthvað útþyndu fróðu fellandi fávitaskap, sko. Eins og við sjáum núna manifestast. Já, ég sé þetta líka og þú veist, þessi lýsing þín bara gull, sko, hún er fín. Ég hef engu við það að bæta eða af því að taka. Nei. Vegna þess að ég sé þetta líka og ég sé, þú veist, og við sjáum þetta örugglega báðir í líka stóru samhengi, sko. Það að rekja þetta endalaust. Ef við sjáum til dæmis að fólk sem hefur þennan bakgrunn að hafa verið í trúarsöfnum á auðveldara með að taka svona lagað föstu takum. Já, þeir sem að koma náttúrulega úr kirkjónum og úr kristna bransanum, þeir eru með náttúrulega hellingalími í fyrsta lagi. Þeir hafa margir hverjir svona vendað sig allavega einhverju marki eða límið sitt, sko. Og þar náttúrulega, þú veist, þegar maður fer í kirkju, þar er fullt af fínu stöffi í gangi, sko. Og það til dæmis, það er staðreynd að kristnir í þessum kristnu söfnum, þá voru að tala um þess að lifunda söfnuði, það er staðreynd að þeir veikjast minna. Já. Það þeir leysa sín félagslegu vandamál innan kirkjunar bara með að hjálpa hvort öðru. En það er svona að segja trúarsöfni, það er svona líka í íslenska heiminum og búddíska heiminum og svo fram eftir göttunum, sko. Já, og þá spyrir maður, sko, akkur er verið að rífa skattana fólki til þess að borga í hítina sem að hjálpar engum eitt eða neitt og er bara tómt rugl. Já. Akkur eiga þeir sem er kristnu kirkju, þess að þeir leysa þessi mál sjálfur og eru svona lítið veikir, akkur eru þeir að borga skatta inn í hitt ógið? Það er erfiðara að hafa stjórn á þeim. Þetta er flókið. Þetta er flókið, actually. Já. Við sjáum allan að þú veist bottomlega, þannig að flækja að því þú þarf að sofa. Ég líka þreyttur veist, eitt sem við sjáum alveg skýrt, allan að ég sé ef ég má ofureinfalda, þá sé ég að ef þú rífur þetta andlega og gera það útlægt í sætgæstinu, þá byrjar að verða steinrunin, þú byrjar að stirðna sem manneskja og byrjar að breytast úr veru í skepnu. Og þetta glorification of the human intellect eða glorification of the human mind, þetta þessi humanismi, hann reynir að stróka þetta andlega út og býr síðan til heilaga almætti skjalavaldsins. En skjalavaldið er líka til í trúarlegu heimskerfunum. Þannig að þú veist, ekki bara halda að þú veist, það er líka til stirðnun þar, það er líka til golemization í þeim. En ég sé varðandi sko siðferði, fjölskyldur siðferði, ég orða bara þannig, samskipti kynjana, tilfinningaleg samskipti og samheldni fjölskyldunar er ríkari í trúanlegum heimskerfunum heldur en í humanismanum. Þú veist, ég var að reyna einfalda þetta, en skjalavaldið og satanismi er þar líka í þessum trúanlegu kerfum. Já, en það er eitt sem að þú hefur mist af, sem átt spurning hvort þú er að skoða betur, þú hefur alveg mist af þessu heilagshandahoppi, sko. Það er ótrúlega mikil hefur verið í þessum ekki Pentakostal? Nei, ég er að tala um þá, sko. Ég veit alveg nákvæmlega hverju ég er að missa af. Ég ætla ekki að orða það frekar. Nei, ég hef ekki viljað missa því, sko. Nei, ég veit alveg hverju ég er að missa af. Ég er kannski búin að upplifa það sama þó það heiti öðrum heitum. Já. En ég er hins vegar búin að debugga það. En ég er ekkert endilega að gera það opinberlega. Nei. Og ég mínar ástæður til að gera það ekki.
og það miklu dýpra máls og ég kæri, það ákveðnir hlutir í þessu trúarlega sem að ég snert ekki á ástæðu. En ég gæti gert það. Það sumir hlutir í því að upplifa sig sem andlega mannveru eru best óútskýrðir. Já, ég sé það reyndar ekkert sem neitt atriði, sko. Já, þetta spurningum á hvað það skrifið 1, skrifið 2, skrifið 3, skrifið 4, skrifið 5, skrifið 7. Þú veist hvar, ég og þú erum búin að vera, sko, við erum konin mörg skrifin í Völundarhúsinu, sko. En sko, málið það, ég hef alltaf verið svona realisti, sko. I know. That's your biggest flaw. Það ekki lesa helliðin, sko. Eflaust, en ég var náttúrulega í heilagsanda hoppinu. Já, ég veit það. Og sko, það mjög auðvelt að skilja þessi andlegu element sem verður að tala og þessi andlegu hluti í realisma með heilbrigðri skynsemi, sko. Sko, það svo bara með placebo, það vísindalega sannað, eða þannig. Núna alltaf þegar maður heyrir vísindi þá bara, koma. Ekki fara út í þá vitleysu, sko. En þess að það ákveðin raunveruleiki að ef þú heldur þú sért að taka við einhverju lækningu í einhverju formi, að þá læknastu, þótt að sé bara sykurpilla, sko. Já. Og það í raun, sko, með það að leiðarljósi til dæmis, þá þetta sem verið að gera í kirkjum, sko, þegar verið að biðja fyrir fólki. Það alltaf ákveðin svona samfélag og þú finnur ákveðna væntumþykju frá óbúslega mikið af fólki, sko, sem bara, þú farið svona fókus, bara allir að biðja fyrir þér, sko. Og það alveg bara placebo á sterum, sko, placebo sterar, sko. Og En ertu búin að dýbanka þann heim? Ertu búin að dýbanka kristna heiminn svo þú komin út úr? Ertu ennþá inn í honum? Ja, hvað þarf ég að dýbanka nákvæmlega til dæmis? Það ekki mitt að dýbanka þína heimsmynd. Nei, ég meina, ég búin að realisera allt fyrir mér í þessum heimi, já. Okay. Ég skil þessi andlegu öfl, sko, og að þau raunverulega, sko. Ég ekki gefast það. Nei, og með bara skoðun, þá sé ég að þegar verið að tala þessi andlegu mál, þá raun bara verið að lýsa einföldum veruleika, sko. Mayday. Já, halló. Þegar verið að lýsa þessum andlegu hlutum, sko, heilugum anda og öllum þessum andlega stöffi, sko, að það bara verið að lýsa raunveruleika, sko. Heilugur andi hóks. Það skýrgreiningaratriði. Ok. Hvað heilagur andi fyrir þér til dæmis? Já, hóks, að þú segir að hann sé hóks. Hvað heiður heiminn? Það heiður heiminn. Hvað helgi? Hvað heilagt? Það laugardagur og sunnudagur. Hvað þá heiður? Það túlkunaratriði. Hvað hreint og fölskvalaust? Hugafar. En hvað ef allt þetta sé að lýsa væri dímonismi? Ja, það bara eins og hamar, sko. Þú getur notað hamar til að byggja hús eða drepa mann. Það hefur í sjálfum sér ekkert, það fer eftir hvað þú gerir með verkfærið, sko. Já, nú varstu bara að svara orðum með orðum. Það auðvelt. Já. Hvað ef þú setur sjálfan þig í þau spor að það sem þér heilagt verður allt í einu sótsvart og upplifir það sem veruleika?
Geturðu ferðast í gegnum þann dimma dal skref fyrir skref? Já, ég skil ekki alveg spurningunni einu sinni, sko. Það ekki hægt að útskýra það betur. Sko, fyrir mér heilagur andi ákveðin svona barnslegt sakleysi, þess vegna vil ég alltaf stúta börnunum, sko. Heilagur andi svona ákveðið barnlegt sakleysi sem vill bara það besta, sko. Þú veist ekkert hvað er best, þú veist ekkert hvað er gott. Nei, út frá þeim sem að heyra, ég meni, ég get náttúrulega ekki ég get ekki haft heilagan anda fyrir einhvern annan, sko. Ég tala frá mínum heilagan anda. En barnlegt sakleysi, sko, barn hefur engan skilning á þessum hugtökum. Nei, ég ekki að tala það í því samhengi, sko. Ég ekki að tala þetta annað samhengi það sem ég að tala sko. Já. Þú getur, ég náttúrulega bara að reyna að leita á orðum til þess að lýsa því, sko. Ég meina, þú getur... Já, þú búin að gera það áður og gera það mjög vel, sko. Eina sem þetta svona barnslegt sakleysi, sko, eða svona já, svona ég meina þeir sem eru fylltir anda kannast við þetta, sko. I know. Já, það er náttúrulega opaslega erfitt að lýsa þessu, en þegar þú stendur við fjallsrætur fjallsguðs, þá stendur tíminn alveg kyrr. En þegar þú kemur það, þá varstu þar bara í nokkur sekúndubrót. En það ferðalag, svo meðtekning, þau áhrif sem það hefur á sálarhóksið er ólýsanleg. Já, ég kannski reynt að útskýra þetta á svolítið óhefbundin hátt. Til hvers að reyna að útskýra það eða óútskýra það? Nei, það er hægt að útskýra allt. Til hvers? Nei, það er ekki hægt að útskýra allt. Það er ekki hægt, nei. Það eru takmörk á því hvað hægt að útskýra. Það er til dæmis, sko, það sem að... Má ég bæta við einni setningu, þú skal ég bara hlusta. Já. Þegar þú meðtekur að þú getur ekki útskýrt allt, þá getur útskýrt allt. Það er sko. Þegar þú skilur að spurningin hvað var á undan öllu er röng, þegar þú skilur að allt og ekkert er til samhliða, þá sérðu. Hérna, ef ég var að reyna að útskýra heilagan anda fyrir nútíma fólki, eða sérst... Þú getur það ekki. Sorry, ég lofaði að hlusta. Ég verður að reyna allavega. Ok. Inn í þessu þjóðfélagi sem við erum í núna. Þú manst að kjósa rétt. Ég kýs ekki, þú manst það. En hérna, sko, heilagur andi er í raun hugarástand sem er best hægt að lýsa að þegar maður fær fullnæðingu hvernig manni líður akkurat þá maður hérna að vera fylltur heilugum anda ekki ég sé að segja að sé eitthvað kynferðislegt eða neitt slíkt, bara þetta hugarástand eða þetta moment er eins og manni líður í fullnægingu í mjög langan tíma, sko. Fullnægingu tekur bara pumpið, tekur svona yfirleitt mjög stuttan tíma og þetta er ekki kynferðislegt, sko, ég ítreka það. Að þetta er hugar ástand og það er engin efni eða neitt og það hjálpar reyndar mjög mikið til í svona gospel tónlist af ákveðinni tegund og ákveðin svona samkennd og fleira slíkt. Og þegar að fólk er í þessari líðan, þá er það bara eins og að vera akkurat á þessu mómenti þegar þú farið fullnægingu í þessna nokkra klukkutíma, sko. Og það er þessna sem að, sko, gröð gólem skilja ekki þetta, sko, og skilja ekki í því hvernig kristnir geta, eða heilagsanda fylltir geta lifað án kynlíf, sko, þeir skilja það ekki. Þeir þurfa alltaf að fá sitt bara alveg svona, sko.
það er þetta er svo miklu betra að hitt verður svona skilur það verður ekki eins svona mikilvægt sko eða skilur Já, ég skil alveg. það minnkar vægið á því sko og ég tek fram að ég ekki að lýsa þegar að lýsa heilugum anda ekki að lýsa kynferðislegu dæmi sko ég bara reyna ég veit það, þú þarft ekki að segja það aftur. Ég að segja fyrir hlustendur, ég veit ég þarf ekki að segja fyrir þeir skilja þig ekki hvort þið ja, þeir hafa nú verið með okkur í kvöld slatti sko. Það bara heroin fyrir þeim. Já, það bara fix. Sorry. Og og það þetta sem að svo mikill leyndardómur í þessum heilaganda kirkjum sko. Að fyrsta lagi náttúrulega svo rosalega mikið lækning í þessu sko. Og bara, þú veist situr einhvern veginn allt annað samhengi í lífið og samskipti sko. Já, þú veist það er sagt að þú ferð á stefnumót sko, þarf að vera búin að slaka á ákveðnum hvötum sko, þannig að þú klúrir ekki stefnumótinu sko. Já. Að þú kemur einhvern veginn að lífinu miklu afslappaðar eða svona í betri líðan sko. En það er alveg rétt, það er svo, bara við vorum að tala þetta aðan, fólk sem hefur, þú veist, þetta er ekkert ósvipað eins og með sjóndeildarhring í rauninni, og við hefum rætt þetta oft með það að það eru 360 gráður í sjóndeildarhringnum, flestir eru bara að nota 5 gráður. Já, absolutt. En sko, mér sýnist að fólk sem hefur, og þetta er eins og líka með okkur sko, ég held að það sem við erum að græða svo mikið á að hafa farið úr humanistaheiminum eða úr einni heimsmynd yfir í kristna heimsmyndina, komin úr kristna heimsmyndinni og farið í aðra heimsmynd, þetta stækkar, fjölgar gráðuna sem maður fær að sjá. Þú nefnilega lýstir þessu fyrir kvöld að, þú veist, eins og við erum búin að víkka út svo mikið sjónsvið sko. Þetta er ekkert ósvipað, maður í dag ég sé til dæmis þegar fólk skilgreinir takmark sín. Ég sé það fyrir að gera það. Ég sé það nánast visually. Já. En ég get ekki lýst því fyrir þeim. Nei. En ég get hins vegar verið til taks þegar þau riða til falls, þegar þau verða fyrir sjokki af því að þau hrukk úr 5 upp í 6 gráður. Bara alveg eins og við vorum að tala þegar þú veist, við báður orðið fyrir og ég til hans, þetta er eins og bara Þórdís sagði nýlega við mig, það var svo mikið moment fyrir mig, hugtakið skjalavald, og ég segi það var moment fyrir mig líka, þó ég hefði verið sá sem að kannski mælti orðin fram, þá var ég að ganga í gegnum ég var að ganga í gegnum musteristjaldið, sko. Já. En ég er alltaf að finna nýtt musteristjald sko sjálfur í mínum huga. Þetta er eins og það sem ég er að lýsa þarna með fjallskur, sem ég minnst á þetta áður, að ég upplifði eins og ég hefði bara svona aðeins fengið að sjá ekki inn í gæjakvæð sko. Og einhverju sem ég hugsaði bara fokk, og ég nú búin að fara í gegnum nokkuð marga skilvendur sko. Já. Þarna fann ég eitthvað sem bara, vá, svo veist, og ég ætla ekkert að reyna að skilgreina að lýsa því að neitt, ég hef bara gefið skyn upplifun. En þegar þú ert búin að fara í gennum skilvindu og það er búið að með harmkvælum bæta við gráðu í sjóndeildarhringinn, þá sérðu hluti en sá sem að vill, þetta er fullt af fólki sem vill heyra þig eða mig eða einhvern lýsa því sem við erum að sjá, en það er ekki komið á þann stað að velja sjá. Nei. Svo margir, ekki allir, margir eru virkilega að hlusta á okkur af því að það resonerar við, það er sjálft búið að upplifa að fara upp í 6 gráður, upp í 7 gráður. En sko ég er kannski að horfa á gráðu 190 til 196, meðan það er að horfa kannski á gráðu 280 til 286. Þannig að við þetta finnst mér náttúrulega skemmtilegt, sko, En það er annað sem ég hef aldrei látið, sko, til dæmis þegar ég fór að byrja í þessum heilagsanda kirkjum, þá voru óbúslega margir sem að bara fyrsta lagi var ég fyrir einelti í vinnu út af því
og margir í fyrirverandi fjölskyldu voru bara alveg yfir sig hneyksluð að ég skildi láta mig detta í huga að fara þarna inn, sko. Svo var ég þarna og leið og ég er líka alltaf verið svo forvitin, sko. Ég vil bara vita allt í botn og þú kemst ekkert að neinu nema að mæta á staðinn, sko. Já. Og og svo náttúrulega þegar ég var í kirkjunni, í heilagsanda heimnaríkinu, sko, að þá, og ég er bara gott það að segja, skilur, ég er ekki að þá var alltaf verið að segja mér, já, þú mátt ekki fara svona rock og rock frá djöflinum og það er bara þá var að vera að setja mér aðra reglu þar, sko. Já. Og ég bara, nei, veist, mér langar einhver tónleika bara fer ég, sko. Ég læti ekki, bara come on, sko. Og svo var ég í Þýskalandi og var aðeins búin að drekka, sko, var aðeins ölvaður. Og ég var á svona dauðarokkstónleikum, sko. Það er bara og doppelkikkar var bara allt kvöldi, sko. Og ég hef reynda rosalega, ég er rosalega skrítin típa, sko. Á Íslandi, þegar ég var ungur þar, þá fór ég alltaf einn á ball, sko. Veist, það var ekki þannig að ég get ekki fengið einhverja 5 eða 10 með mér, en mér fannst það bara svo leiðilegt. Þú fer með einhverjum 4, það allt kvöld bara einhvern veginn að pæla hvað hinn gera. Þannig ég var bara heima, rólegur til svona 10. Ég geri þetta líka. 10-11 kvöldið. Þá var ég bara tundan heima, svo fór ég bara niður í bæ og ég bjó nú nálægt niður bænum einu sinni. Bara fór ég niður í bæ og byrjaði að drekka bara eins og enginn væri morgundagurinn, bara snapsa og allt og svona klukkan 12 var ég alveg á eyránum, sko. Og alveg svona, og svo hélt ég mér til svona cirka klukkan 2 alveg á línunni, sko. Og ég gerði mistök og þá bara drafst ég, sko. Ég tókst mér nú að vera rétti með við línuna, sko. Og svo hafði ég gaman að bara dansa eins og fáviti, sko. Og hreyfingin hafði þessi áhrif. Og ég man eftir því að ég var á þessum tónleikum hana úti í Þýskalandi. Að þá upplifði ég þessa sömu tilfinningu. Að vera í svona þessar rosalegu kyrrð og já, á þessum frábæra stað, sko. Þannig að, sko, þetta er ákveðin hreyfing, sko, sem þú gerir með hausnum sem að hefur þessi áhrif, sko. Þú getur gert það hvort sem er með gospel og fólk gerir ákveðnar æfingar í þessum kirkjum, sko, við gospelið. Já. Og sama gerir á dauðarokkstónleikum, sko. Þetta er ákveðið samblanda af svona dótaríi, sko. Og þannig að ég er ekkert alveg sannfærður að þetta sé eitthvað spooky-hooky, sko. Þetta er með því að horfa þess á þetta og pröfa þetta og spila, vera með þessu, þá fer að sjá okkur samikið hlutunum, sko. Já, þú getur realisera þetta allt, sko. Já. Þannig að já, einmitt. Þannig að það er opaslega erfitt að ég er svona uncontrollable, ég læt ekkert segja mér neitt fyrir verkum með neitt, sko. Svona þverplanki, eins og þú veist. Já, það er bara gott mál. Já. En ég er samt, þú veist, ég er líka búin að reyna ýmislegt, sko. Það er svona, það er ákveðin hluti sem að ég vil ekki snerta. Nei, það verður bara allir að velja fyrir sig. Það þýðir ekki, ég hafi ekki snerta. Nei, en sko, já, þetta sér maður náttúrulega allstaðar. Þú veist, alveg fullt af fólki bara, Axel, frambóð í dögun og akkur þetta og akkur hitt og akkur þetta gera þetta svona. Það er endalaust bara, og það skiptir engum alveg hvort það er í kirkjónum eða einhverjum annar staðar, sko. Já, fólk. Ég held að ég sé, sko, láttu mig í friðisti. Já, ég hef alveg átt að ná því, þú veist, það er mjög auðvelt að gagnrýna, sko, ég meina, þú veist, maður hefur alveg gengið í gegnum með okkur Axel að gera þetta svona, hvað gengur hana til með þetta og er einhver á bakveðina stjórnunum og what, þú veist, alveg litróf af hinn og þessu, en það breytir því ekki að alveg frá fyrsta degi sem Axel hefur komið fram með frelsitífi þá hefur ég hugsað, þessu er ég hrifinn af því að hann er að gera þetta
og það þýðir að hann þarf að vera hann sjálfur og þó að ég myndi gera sumt af því sem hann að gera öðruvísi, ef hann fær að gera sumt af því sem hann að gera öðruvísi, þá væri hann ekkert sá sem hann og þá væri hann ekkert að gera það sem hann að gera. Það bottom line. Og alveg eins og þegar ég útskýri, sko, þegar ég segi til dæmis að Trump is evil, but it doesn't mean that he's a bad guy, þú veist. Já. Ég ógeðslega hrifinn af Trump. Ég mjög hrifinn af hann fyrir mjög margra hluta sakir, sko. Þess vegna skrifaði ég bara í fyrradag, ég myndi miklu frekar vilja vera genocide-ara Trump heldur en killari. Já, þú var átt að það líka verið að magna upp, sko, problem. Nei, bara nota þetta sem dæmi, sko. Já. Að, þú veist, það breytir því ekki þó að, þú veist, jú, ég meina, þú veist, maður sér hitt og þetta fólk, sko, opinberlega vera að gera og segja einu af þessu hluti. Þú veist, eins og ég hef nú verið alveg lagt mitt lóð á vogaskálinn þegar að sitja upp á Birgittu. Mér ekkert illa við Birgittu sem einstakling. Þetta ágætis mamma, hún á börn og sitt fjölskyldu, hún að lifa sínu lífi, þetta örugglega bara ágætis stelpa, ég meina. En ég að gagnrýna hluti sem hún að gera sem stjórnmálamaður. Já, hún náttúrulega engan heiður. Þú veist, maður ofta, þú veist, það svo auðvelt að grýta og glerhúsi, sko. Ég átta mig alveg á því að ég bý í glerhúsi svo allir aðrir. En ein spurningi sem ég ætlaði að spyrja, hvað þeir að gera núna, þetta Hollywood-þorp þarna? Þetta hernaðaraðgerðir, sko. Veitu hvaða Hollywood-þorp? Það var í vísir í dag, það var ljósmyndari sem eða postmaður sem var að taka einhverja myndir bara. Já. Það bara meiri átt að mála hann að voga sér að taka myndir hérna og kvikmyndir, öryggisgæsla. Hvar? Patriks fyrir eitthvað sem þetta á vísi.is og bara fréttum þetta í dag, held ég. Og á sama tíma lokuð svæði á hálendinu út af eldgosahættu. Ha? Já, og það greinilega eitthvað viðkvæmt í gangi, þannig að það algjört ljósmyndun að banna. Veitu, hvaða fokk í gangi? Það það sem ég var að spyrja þig. Ég vissi ekki að þessu. Nei. En það, þú veist, ég náttúrulega ekkert verið á Facebook í dag. Ég fór út með hundana, ég gerði þarna eitt vídeó í morgun. Svo horfði ég á vídeóið þitt og svo fór ég í dúpgóðin, sko. Núna byrkt að velta sér í búrunum og búrunum í rótunum. Þetta er búið að vera í gangi í 1-2 vikur, sko. Já, nei, ég kem að fjallu, ég veit alltaf að heyra einhverjum svo orðan. Ég þarf að fara, þegar byrtaði lætur svona, hún nú þolinmóð, sko. Hvað segir, hún er? Að það þýðir að henni leiðist, sko. Já. Hún vil komast út örgla. Og hún er þolinmóð, ef hún að minna mig á þá þarf ég að sinna. En kíktu á þetta er póstmaður sem var eitthvað lent í vandræðum fyrir það að taka myndir, held ég á Patríksfirði. Ertu búin að pósta eitthvað þessu veggi? Ég að leita að þessu. Já, það hefur verið að fylgjast með hvort ég sé að taka eftir. Þannig að hún að senda mér skilabóð. Já, ég líka orðin alveg dauð þetta. En takk fyrir að benda mér á þetta. Ég vissi ekki, ég brauðlýs eftir að fólk henda á veggjum en eitthvað punktum upp og ég gleymi þessu ekki að skoða þetta. Ég vil vita meira um þetta. Bæði eitthvað Hollywood-þorp og Patríksfirði og eitthvað partur á hálendinu lokað. Já, vegna eldfjallahættu. Það bara eitthvað helds kjaftæði. Það náttúrulega hálendi lokar alltaf 1. september, sko. Það byrjar alltaf að snjóa upp á hálendi í síðustu viku ágúst. Það bara, ég var oft upp í Kerlingafjöllum sem unglingur á þeim árstíma. Það var bara brást ekki, sko, að síðasta vikan í Kerlingafjöllum þá var byrjað að snjóa upp á hálendi, sko. Það var bara, og 2 vikur seinna var bara hálendi orðið lokað, það var bara orðið ófært. Já, en það er sem sagt lokað vegna eldfjallahættu. Ég áttum ekki alveg hvað að gera. Það er svo margt í gangi, Axel, á þessu landi. Íslendingar ofta svo miklar myndastyttur. Það er, mér farið að líða líka fysikli illa yfir hvað sturlunin er orðið mikil. Og hún fer árlega vaxandi eða þá að maður bara byrjar að opna augun betur ár frá ári fyrir því hvað steinrunnin, hvað þjóðin er
mér líður orðið bara stundum eins og ég sé ekki að fara inn fólksþríinu í bæ að fara að versla eða eitthvað, ég bara inn myndastéttur sem hreyfast. Já. Þú veist, og svo fylgist maður með umræðunum og það er svo algjörlega, fólk algjörlega að dansa eftir flautuleiknum í sagnafjölmiðlunum. Og ég skil ekki á hverju fólk bara vill ekki sjá þetta. Það vill ekki sjá þetta og það vill alls ekki reyna að finna eitthvað common denominator til þess að koma sér út úr þessari drullu, út úr þessu höfuhúsi. Mér líður bara ekkert vel yfir þessu. Já, það náttúrulega snákum líður best í snákagrifju, sko. Já, bara þú veist. En allavega, við erum að leggja okkar á voðaskála. Ég er bara komin, ég er að reyna að heila þá sjálfa mig út úr þessu randi. Ég ætla að halda áfram eitthvað að vera að tala á íslensku vídeónum, ég er að minnka í ensku vídeónum og þá er einmitt að byrja að aukast áhorfið, sko. Það er aukast áhorfið og fjölga ásköfundum og maður bara, þú veist, nú er ég komin upp í hot með það, sko. Þú veist, mér langar bara að vera forritari aftur. Mér langar að bara, þú veist, komast aftur fá heilsuna mín aftur og fá tekjur og segja bara eitt svona við þetta samfélag, sko. Bara go and fuck yourself, sko. Þú veist, þetta er bara, þú veist, þetta er eitt alls eins og stórt höfuhús. En það góða við höfuhús er að, þú veist, ég er náttúrulega sveit, það myndast skán ofan á mykjunni, þannig að maður getur komið sér upp á skánina, sko. Þú veist. Já, en það er náttúrulega algjör lykill ef maður ætlar að vera í þessu að reyna að láta gólimenn ekki pirra sig, sko. Nei, mann er náttúrulega ekki sama, en bara því miður, ég sé allan að það sem við erum að gera, þetta er engin áhrifum. Við erum algjörlega sjálfblekkja sjálf okkur með því og það er eitt sem að ég neita að gera, ég neita að sjálfblekkja sjálf mig. Já. Ég tek ekki þátt í því að fara að telja sjálf mig trú það að það sé einhver tilgangur að vera að sóa orku minni, þetta er sumar vikur sem ég verið að ranta og tala hluti, að því maður opna gáttir í eigin vitund, þetta tekur geðveikislega ástundum, sko. Jú, það er gaman, en því meira sem þú opnar augun, þeim meira sem þú skilur heiminn, þeim meira verður einn, þeim meira ertu komin út úr, sko, þú fer bara lengur út á eyðimörkina, sko. Og þetta er bara ekkert, I don't like it anymore, sko. Já, ég heldur þetta að, sko... Mér leið bara ágætlega þegar ég var dáleitur inn í þessari drullu, sko. Og fékk allan að vinna fyrir mér. Þetta er svo gaurinn sem vildi fara aftur inn í Matrixið. Nákvæmlega, hann var rauninni klárast röðin öllum, sko. Líklega er það hann sem skrifaði bókina, sko. Hugsanlega. Af því hann vissi hvernig trílógían myndi enda, sko. Já. Hann vissi að það var langt best fyrir hann að vera bara inn í kerfinu. En þú veist líka að Jesú var boðið öll veldi heimsins í eyðimörkinni og hann sagði nei takk, hefur ekki áhuga á því. Já, ég þú veist. Já, hérna er þetta, Jón fær varla frið eftir samstuð við Batman. Settu þetta upp á skjáðan. Það er einhver anskotin í gangi þannig upp á hálendinu. Því miður eru sennilega kenningarna mína réttar. Og taktu þessa kettlingu af skjánum, ég þúla hana ekki. Það er rálega. Já, þessi hérna, Jón Halldórsson landpóstur lenti í orðarhríð eftir myndbyrð úr Djúpavík. Og hérna, þetta er sko fleiri, sjáðu, bréfberi ógn við Batman mynd. Hollywood er náttúrulega rekið af Pentagoninu, sko. Það er eitthvað í gangi hérna, sko. Og þeir voru að vara við, sko, þyrlum og kvikmyndakrúi var að taka með þyrlum og orustu, eða með einhverjum flugvélum og eitthvað, sko.
ekki photoshoppað inn á þessi kettling? Ég horfi aldrei á svona hvernig myndir, minnst það ógeðslega. Þegar ég veit að verið að spila á einhverja frumkvættir í mér, þá ég horfi ekki á það. Já, hérna, 3 þyrlur og 5 engaþotur. Það eitthvað voða mikið í gangi, sko. Já, ég þarf að fara að sinna Birtu. Hún komin að ýta á mig, hún þarf að komast út greið. Já. Þó við fórum í langa labbet og hún þarf örugglega að kúka eða eitthvað. Já. Og ef hún að ýta á mig, það þýðir að henni liggur á. Hún fer ekki ýta á mig fyrir að hún búin að bíða, sko. Hinnar ýta á mig stundum, sko, þó það geti að bíða þess lengur, sko. Já. En Birta alfadík, hún hugsar öðruvísi en ég. Já. En það eitt sem ég hef tekið eftir með alfadýrin, sem mjög gott að hafa í huga. Alfadýrið, alvöru alfadýr, spáir ekki í það hvort að einhver sé að fylgja því eða ekki. Nei. Það spáir ekki neitt í það. Það eina sem hann spáir í að það gerir bara það sem það ætlar að gera. En ef einhver farnir að fylgja því, þá agar það hópinn. Já, það er mitt. Og þú veist, take it or leave it, en það ekkert að halda þér inn í girðingunni, sko. Nei. En það er gott að hafa þetta í huga sem svona, að því þú veist, það engin hópismi til, það bara til leiðtogismi. Já, reyndar var eftir að ég horfði á Mikka Klára þarna, hann var að tala líka kenningar af fólk, það í eðli mannsins að láta einhvern hugsa sig og þetta vera... Sem þetta með letidýrið, sko. Já. Ekki ábyrgðarsálum sér og allt það. Þetta félag íslenskra letingja áttur að slá í gegn, sko. Ég nenni ekkert að vinna í því, sko. Nei, þú veist, það ég bara, þú veist, ég samkvæmur sjálfum mér, ég er búin að fletta hún á einhverju og held ég áfram. Ég ekkert að gera núna, ég ætla ekkert að vera að gera 2017 sem ég var að gera 2016. Ég var ekki að gera 2015 saman og 2014. Ég bara að leika mér. Ég bara að lifa lífinu mér eins og ég fættist til að lifa því, sko. En ég mun alltaf gera, sko, ég skrái kennitölum á félag íslenskra letingja og síðan ef að til dæmis feministafélagi fær einhverjar styrki eða greiðslur, þá mun félag íslenskra letingja gera sömu kröfu náttúrulega. Að fá sama styrki, sko. Ef við nennum því, sko. Já, þú getur farið að berjast fyrir borgaralaunum. Já, ekkert vil svona eins og nú verði ég að fara, kallið minn. Það er bara, tíminn er búinn hjá mér. Það tekið nefnir öllu öll. Já, ég er líka orðin dauðþreyttur, sko. Já, við bara... Við heyrumst. Halló, mayday. Halló. Já, við heyrumst. Bye. Já, takk fyrir komuna. Allir orðin þreyttir, allavega ég. Þið munið að styrkja okkur Guðjón ef þið getið og viljið. Hér er ekkert innheimt með valdi, sko. Að er það nú ekki bara orðið svolítið sanngjarnt að styðja kallana? Er það ekki orðið svona jafnréttismál? En ég hveti ykkur til að dreifa stöffinu frá Frelsi TV og frá Hreimberg og það er náttúrulega fullt af vídeóum 300 og eitthvað vídeó til þess að fræða sig og mikið nám hægt að ná út úr Frelsi TV og náttúrulega enska rásinn Scandinavian Report, þar hef ég fjallað mál sem ég jafnvel fjallaði ekki á Frelsi TV og já, takk fyrir komuna, verið sæl.